spurningin Are you ready now? Klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 5. febrúar. Já, það komið febrúar sem geggjað. Því að janúar eins og við komum inn á áður sem þætti leiðilegasti mánuður ársins. Og FM 95 blöður hafði göngu sína þennan fínasta föstudag, eða jafnvel bara þennan yndislega föstudag. Auðvitað Blöndaleiti og sitt í mínu sæti sem fyrr og það fullu bátur í, hvað ætli þetta sé? 50. sinn í röð eitthvað. Það alltaf engin búin að ferðast í heilt ár og beintamótinni sitja tveir snillikar, annar fyrirlið þáttarins, hann heitir Egill Einarsson. Hvernig erstu? Ég hef aldrei verið betri. Mikið óbáslega gott að heyra það. Já, sko, ég hef aldrei verið betri. Það óbáslega gott að heyra. Ég hef aldrei fengið mikið af góðu fréttum. Þetta satt á stuttum tíma. Já, það var eitthvað gýrið raðan. Nei, ég meina, þú veist. Það búið 100 með alltaf dag. Við erum besta land í Evrópu, COVID-lega séð. King Þórólfur að taka alla aðra Þórólfa í öllum þessu löndum. Hann að skeina. En sko, þú varst tím Þórólfur át, þetta ekki svo lengur sem. Já, ég málega veist. Við erum búin að vera í love and hate relationship. Já, bara frá þér. Hann skellti mér í stofu 24 vikur 2020. Sem var ekki fallegt á honum. Hann basically gerði mig unemployed. Og einhver hefði verið pirraður til King Þórólf. Ekki þú. Ég elska hann. Það gott að heyra. Menn fatt ekki að ég elska King Þórólf. Hann með okkur. Við erum eina græna landið í Evrópu. Og ef hann lokar að síðan þessum Pfizer deal, það fer ég niður á hann. Já, og það bara það. Við hliðin á honum dýrasti leikmaður fyrir 95 blöð. Hann heitir Steinþór Hróar Steinþórsson. Hvernig ertu Steindi? Lord Steinþór fróandi fínn og fyllandi góður í dag. Það ætti þessi lordi því að það aldrei jörði í Skotlandi. Hvernig ertu? Það tekist Þórólf ekki neitt. Það byrjar þetta lord rugglitt að nefnir alltaf spyrja. Ég fekk lóð í jólagjöfblöð. Ég að lord og shut your whore mouth about it. Slum sama. Ég fyllandi góður og fróandi fínn í dag. Og ég sammála Agli, þú veist, það bara það eitthvað rosalega púk í okkur. Já, það púk í okkur og ástæð fyrir því, við erum að fara út að borða þetta og við erum að fara svona að snáðast svona ákveðnum eða svona, þú veist, það eitthvað snáðast ekki. Já, það alltaf stemning þegar maður var að gera eitthvað. Við erum að kíkja á Kolbaran á bank, King Kolb. Og ég málega sko, Steindi, þú dast í lökupottin síðast. Þú fegst myndaði með Gilsárunum á Instagram-trinu. Já. Blöð, you just hit the jackpot. Nei, þú fær mynd í kvöld með Gilsárunum við Instagram-trið. Já, ég bara ferskur. Og sko, nei. Og hvernig líður það? Að heyra þetta. Ég bara góður. Hvernig líður það? Það Steindi fekk síðast. En byrju að segja mér, af hverju má ég ekki vera með það mynd? Þú fekk síðast mynd á Instagram-trinu. En byrju, af hverju þér ekki sama, Steinþór? Nei, ég vil vera á Ég ætla að vera á svona mynd líka. Síðast fegst þú að vera með skýra á Instagram-trinu. Já, takk til Steindi bara með Blöð var út undan síðast. Sko, Egill, annarkort fær þú ekki vera með eða þetta verður við allir. Allir þrír? Hver á að taka það goddamn photo? Never been done before. Og Kolb að taka myndina? Að auðvitað tekur Kolb myndina. Þú gerir mynd, emojiinn af kameru og skrifar Ásgeir Kolbins. Þá þarf líka að taka hann þarf að byggja sig eins upp á Instagraminu. Hann er með lokað Instagram. Hann er með lokað. Rosalega hægur hann Kolb, sko. Þú ert eða sérfræðingur í þessu. Munduru flokka Kolb sem að high A-list celebrity á Íslandi? Rétt. Hann eina high A-list celebrityið sem með lokaðan Instagram-account? Wow, þetta eitthvað best spurning sem ég fengið. Nei. Þegar þú segir það flest þessi, nema Björki Tór. Þetta Björki Tór og The Coldfather sem eru að loka gramminu, sko. Það flest allir aðrir, alveg saman hvað þau eru businessmen eða celebrity. En þú sagði núna að þú er aldrei verið betri. Ég hef aldrei verið betri. Nei, en ertu betri núna en þegar þú giggaði með Bassnættar? Sko Ertu betri núna en þegar Björki Tór leiðir að fylgja sér á Instagram? Sko Ég er með rauk fyrir Sko, við erum eina græna landi í Evrópu. Erum við að tala hlutabréfamarkaðina bara almennt? Nei, bara ég tala COVID-lega séð, sko. Please, maður. Já, Steindi komin í hlutabréf. Það bara fínt að útskýra þar í hlustundum. Mín stærsta martröð, Steindi var að fara með pening, hann var að koma sér hlutabréf. Þetta er eina sem ég fucking heyri. Allar vikur. Ég sagði við hann, gerum neitt greið, af því að hann spurði mig svona 10 sinum. Finnst þér þetta að gera þetta blöð? Ég bara, þú bara gera það sem vil gera.
Hvað sagðið við? Gerum einn greiða ekki minnast á þetta um mig hvern einasta morgun svo hittir mig Ég talaði ekkert um hlutabrið Hann að tjá sig Ég kom ekkert inn á neinn hlutabrið Þegar hann sagði að landið var í græn þá sagði þú, ertu að tala um hlutabrið? Það er hlutabrið viku síðan Ég ætla ekki að gera það Leif mér að segja það bara eitt úti Það er bara grænt yfir í dag Það er bara þannig Ég er bara að skoða þetta Ég er mjög gaman að steindi sig komið í stock Það er ekkert verra heldur en Rikki Nýríki Brefin er að rjúka upp í dag Það er bara þannig Og ég er með í þeirri lest Það er ástæðan fyrir að þú er aldrei verið Ástæðan fyrir ég var og í fyrsta lagi alltaf bara þegar mennta Ísland var í grænt og hluti bara markaðan og líka við erum eina landi í Evrópu sem er COVID-free í staðan núna og gimmin voru að slaka á þessu gimmunum það var að opna krár líka krár, hver segir krár? Segir þau eitthvað alltaf að kíka á krána var ekki verið að opna pöppa bara já sko krár jú veistu hvað ég held að Bent tala alltaf um þetta sem krá og kíka á krána Bent kom reyndar eins og með geggjaðan punkt hann dyrkaði þegar Ísland var fullt af túristum veist okkur þegar hann náði til að fá sér að virkundum og þá það var náttúrulega aldrei neitt Íslendingur á krám á virkundum en eftir að var allt tróðið á túristum með það hann vildi meina að hann væri komið statist á jamminu þetta var aukalegar það var ekki einn á kráni alltaf fólki í kringum menni voru að fá sér að mán þrið nið já sko þú veist við erum að tala um þetta áður en happy árum byrjar á Íslandi það má ekki gleyma því að fyrir örfáum árum þá varstu bara róni eða varstu á einhverju kráklukkan millir 4 og 6 með viniðinu hættum að kalla þetta krá, er þetta ekki pub? Jú, þetta er pub, en málega er að þú varst bara róni þú veist eins og að þú fyrir Danmerkur þú sér einhverja 2 fullorðna menn á bekk saman að fá sér bjór þetta er bara félagar að fá sér bjór, þetta er ekki útigangsmenn þú veist á Íslandi er svo auðvitað þú veist, þú gast ekki, sko, ef þú hefði verið að fá þér einhverja bjóra bara meðan dag þú veist, fyrir nokkur árum þá varstu ef að sitja 2 félagar á bekk á Íslandi að fá sér bjór í janúar þá ertu útigangsmaður já, ég er ekki að dæma en það er helviti líklegt já, það er bara hér það er alltaf lægið það er sunshine það setur bara í stuðbúsum þetta er kraftkal á bekk það er illa síð þetta er bara, þú veist, við erum eftir á jöllu ég hef alltaf sagt það og þetta er, þú veist, happy hour er nýtt á Íslandi pælið því, það er ennþá nýtt þetta er bara nokkur ára gamalt og þú veist, ef þú færð til útlanda og svona þú sér bara út að labba bara á lögdegi bara í Danmörku það talar mikið um Danmörku já, eða Noreg þú varst að kaupa ykkur hlutabrið í Danmörku nei, ég læt Danmörku alveg að síða því en segjum bara, ok, Svíþjóð þar er fólk bara situr á teppi er bara með rauðvín og er bara södra í ykkur garði það er fólk á bekk þetta er nýlegt, ég er að segja það ekki að vera gott viður þetta var bara í Íslandi Íslandi er í nótskuld þú veist bara svona, ef þú fer í ríki á miðvikudegi þá er fólk bara svona að reyna að fara með lítið traffíka þegar þú vilt ekki að nágrannin sjá þig sko. það er gamla Ísland ég veit þú skamast ekki að þetta er nýtt við erum ný komin á það sko. já, í COVID það var alltaf tróðið í ríkinu sko. í COVID fólk bara hella vil í sig COVID var bara heimapartí við erum ennþá í COVID en með líðun eins og ég geti fljótlega að fara að tala um að séum komin í post-COVID sko. ég tala um þetta sem post-COVID talið um þetta sem post-COVID við erum í fertugsamla á morgunum við varum 20 manns en málega er að þú veist það er ekki smitt þetta er bara post-COVID King Þórólfur má glæða það er húkimenn á morgun já, húkimenn, sko það er graðasti króksarinn af ykkur félagunum að það ekki já, ég menna hann er alltaf 4 börn nema hann eignist bara alltaf bank til hann mjög graður Landakös, er hann ekki að koma sterkur inn eða? Við höfum aldrei rætt að ég vinna á hver er graðastur á okkur ég ætla ekki að fara að byrja þig núna Landakös verður á morgun eða ekki jú, það verður betur hann en við erum með rosalega þátt handekur í dag, kæru hlustendur ber þar hæst að við erum að fá rosalega gest Patrekur Hæmi er á leiðninga já, okkar maður, hann er að fara að koma hérna eftir og hann alltaf er með sjónvarserju sem er að slá í gegn sería 2 af Æði og Stöð 2 Plus það sem ég dætti að gera strákar því að ég er mjög gaman að frösunum sem ég er að sjá í þáttunum ég ætla að láta hann keppa við ykkur í How do you do fellow kids í dag ok, þá er ég ekki breyk hann er líklega, hann er favorite þar það ekki hann er favorite, jú hann er mjög létt að skeina eldgömlum gilsar en ég er ekki að fara að vinna hann já sko, blöð skeini með vanalega en Patrekur Heimi, ég vant alveg að gefa mér hérna gamla skólanum jú, sko, ég myndi halda það jú og sérstaklega þegar sko, og blöðurinn líka já, ég hef ekki breykið við sjáum til, en blöð, ekki kastan hanglaði strax þú ert naskur í þessu, þú ert það ekki, ef þetta er einhverju alvöru frasar þá er hann að fara að rúlla okkur upp þetta eru alvöru frasar, þetta er alltaf alvöru frasar
Svo erum við með, geggjaðan klefa sem við Steindi tókum upp fyrir í dag. Við hringdum í mömmur okkar og vorum að reyna að plata þær í að Sama og Elisabeth Hurley gerði með sinni sínum daginn. Svona sexy mynd á berbrjóst og undir pels. Þetta var óþægilegasta símdal sem ég tekið frá upp Mitt var bara helviti þægilegt sko. Við erum að ræðum alveg svona hluti. Sko Egill, ég hringdi, ég var að beða mömmu mína að vera brjóstunum í pels og ég myndi að taka mynda henni og þetta væri fyrir gott málefni. Það var ekki þægilegt. Mikilvægt það er fyrir gott málefni. Tókur ekki vel í það? Ég var fatt eitt, ég hringdi ekki tilbaka. Hún hlýtur að fatta það alveg hvað. Er þetta bara eðlilegt símtal fyrir... What a professional clown. Þegar sko yfirleitt þegar ég hringi mömmina þá byrja ég alltaf á því að ég hringi alltaf á þykistur ykkur annar. Það er það sem ég geri. Þó setja hringið þú Já, ég segi alltaf eitthvað. Já, góðan dag, þetta er Ragnar hérna, ég er að býja hérna í hverjunu, ég er að selja. Hérna, eitthvað svona vesen. Hún fattar reyndar alltaf bara til mínútu. Já, því hún sér Númerið, já, ég hringi heima síman. En svo er ég farin að vera, ég hef alveg náð henni stundum í 5-10 mínútur, sko. Já, ok. Þannig að þú veist, þetta er ekkit óeðlilegt símtal, sko. Nei, ok. Við erum með, skal ég ykkur segja, hvað er í spurningkeppni Gilsarans? Já, King of gamli skólin. Já, það er hægilegt. Hver er meiri af hennum gamla? Er það Steinþór The Blonde Ale? En það kom, sko Hvor er líklari? Steinþór líklegri. Það? Af hverju er líklari? Já, ok, það er gott Ef ég var hreinskilinn, hann er líklegri auðvitað. En málega er, það er skemmtilega við þess að kennir að þó eitthvað sé favorite, hann vinnur ekki alltaf. Alveg svo United var daginn var clear favorite en fekk einna gamla skólan. Á móti Sheffield. En það sem ég finnst að skrítið við þetta, þú sagðir auðvitað er Steindi favorite í þessu. Auðvitað er eldri en ég. Já, þú varst aldrei meiri gamla skólan. En bara þú svona, ég ætti að tala bara, þú veist, upp á, ég fæ mig skrúdræfi stundum. Já, þú bara kveikið henni síkó eftir þeim gíknum, skilju. Það er skýtsama. Kveikið er í henni. Ef ég gerir hvað? Nei, bara kveikið er í henni allt í henni, bara tekur upp og reykir hana. Það er gamla skóla. Já, ég gerði það. Og það er eini maður sem ég þekki og mér hefur verið hent út af staða því þú kveiktir í síkartinu. Það er ekki meiri gamla skóla en það. Já, en ég er náttúrulega, ég er búin að reykja þessu 3 ár. Ef þú gefur það mikið að zero fucks að þú kveikir síkó inni þó dyrir bara hendi þessu út, það er gamla skóla. Já, þá er ég favorite. Ég er það. Ég veit kjörnulega að það er smá dólgur í mér. Þetta er ekki sem huga að fara út að reykja, þú bara kveiktir þig inni. Já, ég hef gert það. En ég er búin að reykja þessu 3 ár og ég er ekki lendið í því núna. Það er enda rosalegt að þú hafi verið hægt að reykjast. Ég held myndir aldrei hægt. Nei, veit þið hvað strákar? Skaftaliðin er að hljópa alltaf út og fastreykja. Hann var svona 2 sekundum eina sígarettu. Nei, hvað varstu? 8 sekundum eina sígarettu? Fyrir fastreykti? Þegar ég fastreykti þá tók ég sígarettu 4 smókum. Og ég myndi að giska á sígaretta er svona heil sígaretta. Og stundum var ég, stundum fast með nefnilega sígaretta ekki verið alveg nóg. Þannig ég var farin að vinna með Winston Long líka, En málega er að sígaretta er svona, ég myndi að giska að sígaretta væri svona 14 til 18 smókar. Ég tók henni 4. Þannig að 14 til 18. En býttu hvað, pulsa er 4 bita max? Já, pulsa er 4 bita max. Hvað tekur þú þú borðað pulsu, Egil? Hvað tekur þú í mörgum bita? Ég hef bara ekki Ég held að ég sem að segja Ég borða pulsu einu svona ári, það er greiðslingur og afmæli og ég fyrir þetta á pall og grilla. Einu svona ári? Ég borða ekki pulsur ég er bodybuilder Veitu hvað ég gerir það? Ég ætla bara að vera heiðalög með það þegar við erum í gýr og svona stundum eftir þáttinn bara á föstudum þá er ég bara að fara heim þá hef ég búin að segja þetta Nei, ég búin að glemma þá lauma ég mér hérna í Laugardalnum með skeifunni eitthvað stáð svona pulsusöp Færðu eitthvað auka hring til að fara í lúlu? Þá fæ ég mér eina slöngu svo fer ég heim í mat Þú veist að það er matur heima? Já, fæ mér mér pulsa bara svo fucking góð þetta er bara eitt bara bestu við fæ Hvað færður á hana eða? Já, allt Flokkar mig sem bodybuilder? Allt? Já, ég fann pulsa ég myndi flokka það sem bodybuilder Mér finnst pulsa geggju sko Já, en hvað borðar hann oft á ári? Það er svo sem, reyndar Ég get pulsu einu sinni vikur, allavega Það finnst öllum pulsa geggju öllum brauð gott, öllum pizza gott öllum pasta gott Öllum þetta gott Það spurning bara hvað svo oft þú borðar þetta verður í formið ekki Ég er búin að eyða miklu pening á pizzastæði á Íslandi Já, ég klengi meira með það sko Þú eða Richard Já Ég er bara, Hvað kostar einn slanga með öllu í dag?
Ég veit ekki Shit, ég get ekki svarað. 200-300 kall Nei, það gæti ekki, hvað heldur þessi milljónarmanning sé ekki drullu sama? Það rétti bara Símon og Borgar, það er ekki hugmyndu hvað það kostar. Hlutabrifin stil á meðan. Já, heldur það sé að spá ykkur að pulsa kosti. Já, þessi var helviti góður Hann er rosalega. Það er ekki hugmyndu hvað það kostar. Hvað kostar pulsa? Það veit ég ekki. Ástæðan fyrir að ég rétt setti litlu tónn í brefin var þegar ég ætla búin að þrýsta á mig síðan 2012 Hann er ekki hugmyndu hvað pulsa kostar. Fáið ykkur eina síkóin og slagið á Ég ætla að stjórna fyrsta lagi dagsins í dag. Ég vil leiði ykkur að velja. En Hjöppi hringdi í mig sem er með besta podcast landsins. Ekkert eitt, mér finnst hann með besta podcast landsins. And the horny dog football Já, það er Dr. Football. Hann sagði mig, blöð, ég er í gýr. Settu serban á þeirra. Þið að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og já, það er komið að slúðri, drengir. Gossip Er þetta brakandi fest erlends slúður? Já, og jú, ég er með ágættispakka. Því að það verður kannski ágætt að lauma þinn strax að það er íslensk slúður í dag. Já, ok, ég mittist ekki eins og náður. Nei, og það er náttúrulega hérna svona kannski, já, þú veist, þetta kemur ekki óvart. Þetta gerir það ekki. Hvað? Það er svona Kristoffer Hate? Aðalmólin í dag er Kristoffer Hate sem er áhrifavalda stjarna og er í rauninni svona að tröllriða markanu núna. Það er bara, sko, það er slegist mann hvort sem það eru orkudrykkir eða fatabúðir, það er alltaf. En er hann vinsæll hjá öðrum influencers? Já, það grínast, hann er bara í guðatölu. Það er ekkert illa við hann og það er svona new shit. Nei, hann er ekki new shit, hann er the old shit. Hann var fann að drekka 180 mg orkudrykki 2012. Þannig að það vita allir að hann er refur í bransan. Hann er bara mættur aftur og það dýrkaði allir. Þetta er bara, það má ekki glemma því. Er það svona he's back? Já, þú veist, ef það gengur vel hjá einum influencer, þá gengur vel hjá öllum. Það er gott að ég hlakka til að heyra slúður. Það er allt grænt hjá influencerum. Kristoffer Hate. En við viljum að fara í erlendslúður og ég ætla að byrja slúðurpakkan á stelpur sem ég hef nú fjallað áður hérna, muni eftir Charli D'Amelio. Er þið búin aftur ykkur á hver hún er, drengir? Nei, er það Kornars Brandon eða? Nei, það er stærsta TikTok-stjarnar heims með yfir 100 miljón. Ég er ekki á TikTok followers, nei, ekki heldur lítið verið á TikTok. Ég er ekki eins og með appið. Ég veit ekki, ég hef aldrei einu TikTokin sem ég sé er á Instagram þegar einhver tekur þig og seifar og setur þig þangað. Já, til hamingju með það, en hún er risastór. Hvað hún að gera á TikTok? Hún er að dansa og svona, muni ekki, ég var að segja ykkur þetta daginn, fjölskyldan hennar er svona ruggluð, foreldrar hennar eru komin á TikTok líka og þau eru komin YouTube-channel og þetta er basically þetta er svo fárveika fjölskylda. Já, þetta er næsta Miley, Miley er nú alveg tiltölu þetta er næsta Britney Spears stemmi. Gerir ekkert annað að dansa, þannig að Steindi getur bara farið núna á TikTok og dansa og fekk 100 AM. Nei, það er nefnilega það góða í þessu hún hefur eitthvað, því að það getur ekkert hver sem er farið inn á TikTok og dansa og fengi 100 miljón followers, það segir sér sjálft. Þú þarfst að vera með eitthvað X-faktor sem hún hefur og fjölskyldanar er að svona ride that wave ef að þannig má orðið komast, því að nú er fjölskyldan komið mamminar og pappinar og systirinar, það er allir komið með TikTok og þau eru komið með YouTube channel og hvað er pappinar að gera á TikTok? Hann er svona eitthvað Sko ég verði til að followa pappennar sko. Ég vil sjá hvað hann er hann dansa líka? Þetta er basically sama dæmi að gerast því að Macaulay Culkin þegar hann var frægur, foreldrarna skilja strax því það er allir að rífast það vilja allir vera með einhvern veginn sem er hræðilegt en það er nú samt ekki slúðrið hún lendi þetta er eiginlega hálf óþægilegt ef ég var hreinskilinn það kom Here for Charlie hashtagið á Twitter og TikTok og allstaðar það er sem sagt önnur Charlie sem er Charlie CX og þetta er víst einhvers stór í samlega, ég veit ekkert hvað þetta er vírus, einhver trójanhestur hún misti vinkonu sína sem er Sophie Exxon helgin og svo sönguna, hún lést í einhverju hörmulegu slisi þegar hún fjall niður á þaki og sem var söngkona Þetta var það flótast að saga ég er löngudóttir ok, ég ætla bara að segja þetta mjög hratt þannig að þessi Charlie sem er fræg sem er með fjölskylduna skrýtnu önnur Charlie sem er fræg misti vinkonu sína sem er líka mjög fræg söngkona og það kom hashtagið Here for Charlie nema TikTok-stjarnan Charli D'Amelio hélt þetta væri sig og setti á Twitter I'm looking through the Here for Charlie hashtag and oh my goodness you're all so sweet to me and you have no idea how much your kind words warm my heart I'm so lucky to have you all by my side
Svo kom það að ljósa að þetta var ekkert fyrir hana, þetta var fyrir aðra Charlie sem var að missa vinkona sína og það kom ekkert fyrir Charlie D'Amelio. Þetta er svona eins og einhver sem er tilnæmdur stendur upp á Óskartum þegar annar nafni kastað fram. Þetta er aðalegt. Þeir bara upp á svið með heila blóðfall bara, takk fyrir maður. Var ekki Zoolander þegar hann stóð upp og eins og hann hefði unnið og hann bara trúði ekki kallað. Já, hann bara gæti ekki trúa því að hann var eitthvað annar nafn sko. Hún var, þetta er óþægilegt fyrir greiðstelpuna, það verður bara viðkennast. En þetta ekki bara krakkar? Jú, það sem að mér langar að ræða. Þetta er sko, hvað er það, 15-16 ára eða eitthvað. Og það er, þetta er núna það verið að gera svo mikið grína henni. Já, ekki bara, þetta er stelpa í 8. bekk í Bandaríkjunum miskildi hashtag, hvað erum við að fara að pæli því? Og við erum að fjalla á Íslandi og við erum að hlæja og segja hvað þetta er óþægilegt. Þetta getur ekki verið heilbrigt fyrir úling. Nei, máli er að svo má ekki gleyma að þetta eru bara krakkar og það skiptir einhver máli. Þú veist, það er engin... Já, segðu henni það. Nei, ég er að segja að þú veist, það er engin að fara að pæli því svo morgun, sko. Nei, þú veist, þetta er ekki þannig. Ég kom inn á áður í þessum þætti ef eitthvað sem að þið líður hrikalega illa með í dag og ef það er ennþá þannig eftir 1 ár þá er alveg vandamál. Það var góðum maður sem sagði með það. Já, og svo er það sama gildir drasli company það. Þú varst ekki búin að opna kassan í 1 ár og að henda draslinu. Nei, ég langar kannski að eiga eitthvað. Fyrir utan jólaskraut. Er þetta blöðum eitthvað gamla króksaradót sem vill bara eiga? Eitthvað gömur klámblöð? Nei, bara þú veist eitthvað, króksaradót. Já, það bara ef þú opnar ekki. Hvað er króksaradót? Það er eitthvað svona skrítið dót. En ef þú opnar ekki kassan innan, ef þú fer inn í geimsliðar og það er kassi sem þú ert ekki búin að opna í 1 ár, þá hendur því bara. Nei, veistu hvað, gaman að finna eitthvað eftir 20 ár bara, vá, þetta var góðu tími. Það var svo hordir, eins og maður sjá. Nei, ég er svo langt frá að vera hordir. Herru, næsta slúður, það er George Clooney. Ég er mjög ánægður með hann. Hann skrifar eiginkonu sinni en ástabrif. Leikarinn George Clooney heldur rómantíkinni lifandi og skrifar konu sinni Emil Clooney ástabrif og skiluði eftir á skrifborðinu hjá henni eða undir kotta og hún gerir slíkt í sama. Hvað er náttúrulega geðugur það? Nei, þetta er bara... Það er eitthvað svess í honum? Já, ég meina, ég get ekki rakka þetta niður. Nei, en er þetta bara ongoing shit, eða? Já, þetta er svona til að halda romantíkin á lífið. Svo er hann kannski farin í eitthvað verkefni og hún finnur brefið og lesa. Já, það er svona að gera eitthvað af sér og... Nei, ekki var hann að gera þetta reglu. Já, þú veist þetta eitthvað svona að þetta er skritið. En þú sagði... Það er eitthvað meiri topp mann en George Clooney. Þú varst að tala um daginn að frúin þín, hún hendur í felur sleikjóða. Nei, hún gerir það ekki. Hún felur titlinga allstaðar sem ég fer. Sem er óþólandi. Titlinga? Já, sem betur fer hefur hún ekki getað ferðast lengi núna. En Rakel, hún er einhvers staðar að ferðast og sér eitthvað hvort sem er titlingasleikjó eða titlingasápa eða eitthvað, þá kaupir hún það. Svo setur hún það í íþróttatöskuna mína eða í jakkafattajakka minna eitthvað. Þannig ég er alltaf að finna einhverja titlinga út alltaf? Já, mjög reglulega. Alls konar titlinga? Það er agalegt. Já. Það er rosalega. Það er svo bara að fara í jakkafötun, hörðu það er titlingur. Þetta hefur ekki gæst lengi því hún hefur ekki getað keypt neitt nýjan. Hún er alltaf með nýjan þegar að eins og bara titlingapenni eða titlingaferstringa. Akkurat. Hvernig er fjastringa það? Fyrst er svona rosalega gaman að segja titlingur. Þetta er ekki flókið sko. Þetta er great comedy. Þetta talaðu Svessa, konan á svo ammali í dag. Ég er að sjá það á Facebook hjá hann. Konan hans er ekki dóttir hans ammali í gær. Hæ? Á konan ammali, betur ekki grislingur? Jú, grislingur nátt ammali. Það var ekki í dag, það var í gær. Einsás. Ég fer á Facebook á 3 daga fresti sko. Það er ekkert eðlilega hægur. Herðu, já, við óskum grislingur innilega til hamingju með þetta allt saman. Ég menn Ásta Berta. Hún var einsás fyrir dag. Ásta, þú ert að hlusta til hamingju með daginn. Hún mun hlusta átt í framtíðinni. Hún kom í ammali til mín í júli, hún Ásta, þegar Eva mann látti ammali og ég er að fara að setja hjarta á fæslurinn hjá Svæsanum. Herru, svo er loka slúður. Æ, þetta er ekki merkilegt. En það er hérna Þetta var að finna titlinga eitthvað nýlega blöð. Nei, af því að hún keypti þetta alltaf þegar hún var að ferðast eða að gera eitthvað sko. Hún er aldrei sett sama titlingi tvisvar sem er það geðu Missum að finna svo mikið að titlingadrasli. En sopnar ekkert á maganum og titlingur inni þegar þú vaknar það? Nei, það hefur ekki gerst. Hún hefur ekki fundið hann allavega. Hérna, ég nenni ekki eins og mig. Fuck it, skuldið mögulesingar. Hóla fannst eitthvað þetta fyndið maður. Herru, þetta er Dua Lipa. Okkur finnst mér alltaf verið að segja Dua Lipa. Þetta vinsælasta tónlistarmaður heims. Þetta er eina lagi sem spilar? Nei, hún var líka, er þetta ekki hún eða? Hjómið sko. Við þekkjum ekki, við vorum að tala um það. Nú fá e-mail frá Rikka. Dua Lipa, þetta hljóma sem kvenkins. Við vorum að tala um það hérna núna meðan lagi var að við ætlum að halda partíinu svolítið ganga, þetta er partíþáttur. Við ætlum að vera með partímusík. Já, ég bara þekk ekki helmingin af lögunum sem er hérna inni. Svo núna næst er Head and Heart með Joel Corey Neck. Er það partílag? Ég segi bara, af hverju gerist ekki DJ í þetturum?
Já, ég get reynt að finna eitthvað partilög. Það er mikið að góðu fréttum Íslandar Já, við erum í COVID-free og allt þetta Þannig að bara blasta Spila svolítið af íslensku maður gerum þetta. Já, en það er komið að hinnum virta dagskólið Kortmyndur frekar. Wow. Það er rosalegt. Já, og þetta eru 3 spurningar eins og alltaf. Það er mjög virtur Já, er það ekki? Verð ég að búa til það? Það er alls ekki Jú, er ekki bara virtur? Já og þetta eru 3 spurningar eins og alltaf og eru þið tilbúinir? Við erum klárir. Fyrsta spurningin Kortmyndur frekar bara tala við makaðinn eða bestu viniðina sem eftir er? Sko, ég held að það er eiginlega að vera makinn. Því að þú veist, þú getur talað við allt makan. Já, en þá er það líka og þetta enga vini. Já, nú áttu ekki vini. Nei, mátt ekki tala við viniðina. Já, ég held að maður mættir ekki tala og segja leyndamáli eða eitthvað. Nei, ég held að maður mátt bara ekki tala við Má maður hanga með þeim, þú veist Þú veist að hætti í þættinum flokkar okkur ekki sem vinir. Er það að tala með bara að þið yrðu allt inn á morgun bara strangers? Það er alveg fokkin skell Nei, bara mættir ekki tala við okkur. Mættir bara tala við makaðan en ekki vini. Basically að segja okkur að velja annarkort að vera með maka eða vini. Já, til að tala við. Helviti. Ég meina, basically bara til að vera með. Ég meina, bara til að tala við. Bara annarkort að áttu bara maka eða áttu vini. Fórnaðu bara höndum. Nei, þú veist, það er mjög erfitt sko. Það er helviti erfitt fyrir okkur alla alveg 2 börn á þess að fá að tala við makan. Það er mjög erfitt. Það er bara ekki hægt. Já, líka geta ekki fara og hitt félagann og horta bolta. Það er hitt og bara mátt ekki tala við þá. En má ég segjum að þið voru að fara félagarnir þú og Cumshot og Hjöpi og Cumshot og þú veist, ef við værum allir að fara kannski bara á leik á Wembley mætti ég fara með, ég mætti bara ekki ég geti verið held í mig, ég bara held kjaft þú mátti ekki tala við það er enda gleðið mig, ég þarf ekki að segja neitt sko. Ég bara ég bara sita þarna og held í mig heldur þú gætir það? Minnst ekki svo slæm hugmynd í rauninni. Máttu vera með svona það væri veisla fyrir okkur hérna, ég get staðfest það. Máttu vera með teikniplatta hálsinn og teikna, króta setningar? Já, allow it. Eða það ekki? Þá er þetta I'll take it. Já, I'll take it líka. Hvað það? Þið hætti að tala við vini ykkar? Já, og bara en ég get farið með erlendis með þeim og ég þekki að spjalla við þá getur maður líka held bara meir í sig. Ég líka eins og við gerum Hversu leiðilegt heldur að sé það er allir að hlæja og segja ykkur að sögur. Þú situr einn út í hotnum eitthvað platt hálsinn mátt ekki tala, hver heldur að nenn að lesa og platta þinn bara klukkan 1 nóttina. En að segja reiplándi 90% af mínu utlandsfærum eru með félögum mínum. Þú er búin að platta ég er yfirleitt með mækarunum en endar með gilsvarnum í öllum förum sem ég fer í. Mike talar og ég yfirleitt bara sitt, held kjafti, södra rauðvín eða bjór. Ég segi ekki eins og neitt. Mike tuðar non-stop. Mike getur talað í svona 7 klukkutíma. Ég segi ekki eins og neitt Þannig að breyti ekki fyrir mig þér engin. Ég sitt með Mike, hann tuðar, ég drekk. I'll take it. Já, við tókum þessu báður. Já, þá er það þið tóku þessu ekki báður, þið völdum Já, við völdum báður, Næsta spurning, Kortmyndur frekar fara alltaf að hlæja þegar þið fá alvarlega fréttir eða alltaf gráta þegar þið heyrið eitthvað fyndið eða jákvætt? Ég myndi alltaf vilja hlæja þegar ég myndi heyra alvarlega fréttir. Þær eru færri. Já, samt, það er verra. Nei, kannski Þú veist, jú, það er náttúrulega hræðilegt þegar það er bara, hérna, þú veist, einhver náinn manni var að falla frá. Já, og þú byrjar að grenja maður bara grennir og hlátri í símanum og bara, já, meina En sko, að gráta þegar það var góða fréttir. Já Nei, gráta það var góða fréttir. Já, það er ekki hægt, sko. En sko, málega því að maður veldi fyrir sig hvað kallar maður góða fréttir, sko. Í dag hef ég fengið svona 4 góða fréttir. Var ég búin að grenja 4 sinum í dag? Já. Þú væri búin að gráta í allan dag? Þú væri bara grát bólgin. Helvítið þreitt sko. Þetta er basically að svissa. Þegar þú ættir að vera að gráta þá verður að hlæja. Já, þú veist, það gerir líka ekki góð hluti fyrir my voluptuous 10 sko. Ég verður að grenja þannig daginn sko. Það lekur og Hvað lekur það? Ég er með voluptuous 10 sko. Það er ekki gott fyrir tannum mitt. En ég er að tala ef þú færið eitthvað Hversu léleg brungaði það ef hún lekur þegar þú grætur? Þetta er sprayað motherfucker. Já, og hvað lekur þetta ef þú lendir í bleitu? En ef þú ert í rigningu Þá lekur það, hvað er þetta flókið það? Hvað er þetta kjartnisfræði? Hvað meinar þú? Ef ég myndi skvetta fram hann í vasklasi eru það bara flekk. Ég er ekki beautifully tanned og ég er í dag. En ef þú fyrir sturtu, hvað gerist þá? Maður minkar það þess, er þetta flókið það? Hverðu þú slett að vera í sturtu eil samt? Já, ég fór í sturtu bara í hátteginu. En málega sko færðu sjálfnar í sturtu til að hátta sig? Það er amateurs í tannmálum. Eru þið amateurs? Nei, ég vil frekar Ef þú ferði í klefan, tannklefan sem verður snirstúan kópar, fer ég það ég tannaður, þá er ég, segjum bara 100% tanned. Ef ég fer í sturtu daginn eftir þá er ég 70% tanned.
2 mínútur setna í 50% hend, viku setna tanni farið, skilja hvað við að feitar út. Hvernig nennir þú? Þetta sjá maður beautiful tan núna blandi. Nei, ég sé bara enga munna Hann er reyndar þetta búin að fyrir klipping. Já, ég gef honum það reyndar. Hann er alveg svona, hann er brúnnar við sko. Eina sem var sagt við mig í sportusinu, góðast á tennu. Nei, það var í klefanum. Það var allir að segja við, bara varst á tennu. Óli Ósum og Klara og allir ég var spurður daginn hvort að ég hefði fengið COVID. Ég var svo hvítur. Hvort er betri spurning? Fekstu COVID út svo hvítur? En ok, hvað ferðu þú oft í hennar klefa á viku? Fyrst þetta fer svona ræð? Ef þú ferð einu sinni viku, þá er alltaf beautiful tan. Þetta er vika feit út. En málega er að þetta er ekkert veist. Þú ferð hennar, gerir niður, getur verið á nærbuksunum, þetta ekkert verið allsber, spreyjaður, tegur 2 mínútur, labbar út brún. Hefur þú lent í bras? Fengið von mikið öðrum en ekki einum? Ég er svo homblest. Nei. Sko, ég er einn af gamla skólanum. Það er bara ljós á þig. Já, ef ég þarf eitthvað, sko, ég finn og hvað fyrir ljós, þú veit ekki brún, þú ætti að fara í 20 tíma allavega brún. Ég hef aldrei farið í 20 tíma. Ég er bara rauður. Ég þarf að svo marga ljósatíma allavega ná okkur. Ég hef ekki farið í ljós, ég hef ekki farið í ljós náttúrulega í einhver ár, en ef ég ætlaði núna að vera brún, þú veist, ég verð samt, mála, ég er þannig, ég verð ógeðslega brún, ef það kemur 1 sóldagur á Íslandi, það verður bara brún. Ég hef aldrei séð brún. Nei, ekki heldur. Ég verð fyrst Ég verð með þér glansbandi sól, alltaf snjókvít. Ég verð rauður. Ég hef aldrei æfni séð brún. En kjaftastaða frá Steindar. Nei, herru, þú alltaf bara alltaf kaffi brún. Nei, ekkert alltaf, það er aldrei sólina. Ertu legasjókur? Nei, ég er að segja, í sól, ef ég er í sól, þá er ég kaffi brún. Ég hef oft verið með þér í sól, ég hef aldrei séð kaffi brún. Og fyrst verð ég rauður, svo verð ég brún, þannig ég með hann í húð. En er að taka eftir, klukkan er 16:42 og það er bara byrta úti. Er sól á þróttaramerkið það? Já. Þurfa bara að heyri sól áttur það? Já, hann er ekkert eðlilega horni allavega núna. Er það góð staðan á hann með það? Já, allt og langt sem við heyrti þeim kong. Já, getur þetta Og líka þetta ég bara, þú veist, hvernig verður sumarið? Sýst í það? Það er þetta, já, við getum Sól og hlustaður og að heyri þér. Svo er það síðasta, þessi er enda mjög góð. Hvort myndið fyrir eitthvað, drengir? Velja að bara þú getur fengið fullnæðingu sem eftir er eða konaðin. Ertu að tala um þá í kynlífi? Bara fullnæðingu, hvað, færðu það að geta það? Nei, ég er að segja, þú veist að skilur, ertu að tala um að þú getur aldrei fullnægt sjálfum við þér aftur. Er það að tala um hristinga líka? Nei, bara þú færðu aldrei fullnæðingu aftur. Já, bara aldrei aftur. En má hann hrista sig? Já, færðu samt ekki fullnæðingu? Yes. Það veist, okkur er stundar hrista sig, hann er ekki hámarki, sko. En við erum að tala um spurningunni. Spurningin var öðru sí. Já, ég skildi það fyrst þannig, þetta var að vera sko, saman í samlífi. Nei, þetta er bara annarkvort fær konaðin aldrei aftur eða þú aldrei. Aldrei aftur, Nei. og hristingur var allt inn í þessu. Þarf ég að stafa þetta Já, fyrir? Steindi, þú mátt byrja að svara þessu, sko. Nei, ég ætla, ég bara Ég held tektu 50 þessu, sko. Nei, þú bara Ég veit svarið hjá okkur báðum. Þið eru bara svo miklu auðmíkir, þið þurfið ekki að segja Þetta er Ég veit það, og svona 70% af hlustundu vita alveg svarið ykkar. Þið er bara svona, nei, ætli takk ekki mig sem er mest að kjafta þig heiminn. Heldur að við segjum konuna? Já, ef það Það veit allir íslendingar að Steindi elskar að fróa sér, sko. Það er svona klærur að vera hann, sko. Þetta er alveg agalegt að sitja undir þessu með. Það bara gengur ekki. Þetta gengur ekki. Ekki beitni útsendingu. Þú veist, þú getur ekki klift hluti út þetta. Allt sem þú segir er bara farið. Svara þú fyrst þetta. Sko, þú veist, eins og þú veist að segja, þú veist, þú meðtalinn. Ég er að tala við þig. Já, er bara, þú veist, auðvitað er þetta alveg glata dæmi. Eina sem ég fór alltaf að hugsa var bara að, þú veist, er þetta bara til þess að, þú veist Hvað? Nei, ég er að segja að, þú veist, myndir þú bara enda einn eða? Að þú getur ekki fullægt frúnni? Nei, ég segi Ert þú sem sagt alltaf að fullnægja? Er ég að fullnægja? Já. Hvað mennur þú? Þetta er ógeðslega veginn það. Þú ert ennþá ógeðslega veginn. Það er erfitt, sko. Erfitt að vera það. Nei, ég get lofað því það er fullt af kallmönnum hérna að hlusta núna sem er í samböndum og þeir eru ekkert endilega fullnægja konur sinni þó séu að stunda kynlíf. Nei, það er líka bara því að þú talar eins og að þú yrði bara einn að þú getur ekki fullnægja. Nei, það er líka bara því að þú veist, það eru bara mjög margar konur sem er mjög erfitt með að fá fullnægja. Akkurat. En nei, ég er ekkert að segja það. Þú veist að, nei, ég tekið það bara á mig. Ég tekið það á mig. Ég fæ aldrei. Men hvað viltu segja? Ég vil að segja sannleikan. Já, ég er að segja sannleikan. Nei. Jú. Þú ert að ljúga nú. Veistu hvað? Ég er ekki að djókja ykkur. Ég er bara að segja sannleikan. Ég er bara, ef ég fengi að fara þessi tölvuna maður og bara fengi að fara í bað einu svona viku bara og liggja og drekka rauðvín. Þú mátt ekki að fara í bað? Já, ég bara, þú veist, þú voru að gera grein fyrir því. Þegar ég fer heim til mín
Þetta er náttúrulega- baði? Hvað gerir í Ég meina, baði? það er sko, þetta er eins og terrorista hæli sko. Þú veist, það er bara allt út allt sko. Það er bara allt crazy. Steindi, hætt að tala um eins og þú getur ekki, hafur ekki tíma til Heyrðu, að bað, sko, þú getur tölvuleikjum alla talaði við vikuna, mig, sko. talaði við mig í mæ þegar barnum með 2 Hvað kíló. segir þú? Sko, 20 ára gilsi áttu að vera auðveldasta svar æðu minnar. Já. En ég er retired. Og Æja, þessu þau báður sem ég hætti myndi að segja. Ég gefði þeim það. Já. Það held ég þeirra að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957. En já, við erum ekki beinni útsendingu núna því við Steindurum komum hingað inn í klefa. Þarna líður okkur alltaf best. Já, nokkuð vel allavega. Já. Hér er gott að vera og sko, það kom upp hugmynd í síðasta þætti, manstu Steindi. Þá fjallaði það í slúðrunu að 18 ára sonu Liz Hurley var að taka svona sexy myndir hann sem var á, já, bara nánast ber undir svona einhverjum feldi. Þetta var svona, hvað var þetta, pelsi? Ég kom inn á það, þú veist að sko, það sem ég les út úr þessu, ég er búin að vera naskur í þessu. Já. A cocaine is a hell of a drug. Það er bara þannig, þú veist að sko, Það er- ef þú ert komin á Það er eitthvað fólk sem má ekki gera neitt skrítið, þá var það í neyslu hjá þér, sko. Nei, sko, en ef þú ert komin á kaf í snjóin, þá er það bara hannig. Ef þú komir á, hvað er að vera á kafi í snjónu? Það er bara að snjóa snemma og bara það er Hvað þá bara, ertu að fá þér í nös bara fyrir hátið? Já, bara skabla borðið og hættur að fela, sko. Þetta er ekki einhverjir, hérna, þú ert ekki að rotta þinn á baði, þú ert bara að setja þetta á borðið, sko. Hvort er það í neyslu þá? Það er bara þegar siðferðið farið og það er í gangi þetta. Ertu að tala um að leysa hörleysi á kókaini eða svonur? Bullandi. En 18 ára Svonurinnar, ég held að hann sé nú bara weird. Geta alveg verið byrjað að toucha snjóin, ég veit Já, það herðu, ekki. En sko, eina sem ég er að segja er að það er bara svo weird. Það er skrítið. Þú segir 18 ára sinniðurum, byggja hann um að skottast með þér hérna út og smetla af þér sexy myndum eða eitthvað svona. Þetta er spes. Það var gerð könnun og það var 90% af fólki sagði bara eitthvað hátt í það, bara þetta væri mjög spes. Ég er samlega því, hvort sem að ég er ekkit Við erum ekki að dæma. Nei, en ég er nánast pottið ráði Liz Hurley lítið það vel út að það er engin skablar hjá henni eins og orðar þetta sko. Nei, það er En það er ekki komin til að ræða það. Háki háa móti. Já, við tölum um það í síðasta þætti að það væri fyndið að reyna að tala við, já, móður okkar og Já, sko, þetta er þín hugmynd. Það er bara, hún er að hrikaleg. Hún er í alveg hrikaleg. hvort að mamma sé til og þú tekkar að þinni, hvort að þessi er til í svona myndatökum. Halló, Mamma, já, hæ Dröti, hæ skan. hvað segirðu? Já, fínt bara, ég er að gefa fólkinu að borða skami Já. og ég heyri þið setna. Já, þetta er örstutt, hérna sástu fréttina með Liz Hurley í vikunni. Þá það, Sonurinn var að taka svona sexy myndir af henni. þetta er Jésús minn. Og hún var svona berbrjóst undir pelsinum og Já, eitthvað. já, og þetta fallast þetta við eða? Ég ætla að tekka hvort ég mætti taka svona myndir af þér. Ertu geðveikur? Nei, En Heyrðu, við myndum ekkert svona. safna fyrir eitthvað gott málefni og fá nei, peningin í nei, þetta. aldrei, En- aldrei. En ef þú mættir eiga peningin. Auður, láttu ekki þetta því huga eitt öfnaplík. En byrju, varst ekki að tala um daginn að þið myndi svo gaman og væri svona sexy mamma? Nei, aldrei. Hvað er langt sinna voru teknað svona kynþókafélag myndir þær? Það hefur aldrei verið. Nei, er ekki komið tíma á Nei. það? Nei. Hún var í brók sko. Herðu, Auður, hvað er það? Þú verður þá bara í svona nærböksum og svo ertu berbrjósta Heyrðu. og með pelsi yfir túturnar. En það sést samt pínu í túturnar eins og henni. Fyrirgeðu, er þetta ekki orðið fertugur? Ég skal taka myndir. Jú, herru, nákvæmlega, sonur hennar Liz Hurley, hann er 18 ára. Það er Herru, ógæslegt. Ég er fullorðinn maður, þannig að þetta er eðlilegt að við gerum þetta. Við með góð klikkaðu, nei, þakka þér fyrir aldrei. Myndur þú gera það fyrir 1 milljón? En, nei, Þá getur þú borgað pjólís sem þú varst að kaupa. herðu, ég er búin að borga það. Ok, en 2 milljónir. Nei, veitum, hættu þessu. Heyrið þér setna. Bye. Það var ekki til. Ég held að mann Sigga er meiri tipi í þetta. Nei, veistu hvað? Hvað? Þetta var agalegt símtal, sko, hún var ekki til í þetta. Nei. Þú vil alltaf gaman að heyra með minni. Já, mamma er ekki. Herru, ég get sagt þér það. Mamma mín hún er engan húma fyrir þessu. Já, við erum að tekka á því samt. Hún er alls ekki til að vera á Reyndu að bjóða tóttunum henni pening og svona og spurðu hana hvort þið séu til sexy myndina. Ég á miklu erfara með þetta en þú. Sko, við erum lokaðir í Adamsfjölskyldunni, sko. Já, þá þarf að opna Adamsfjölskylduna. Já, nú. Já, hæ. Segðu það? Já, heyrðu, er mamma hana? Já. Sigga við. Það er svolítið áræðandi. Þú verður eiginlega að taka þetta símtal augnablik. Halló. Hæ, Hæ, elskan. hvað segirðu? Fínt. Er það ekki? Heyrðu, ertu búin að sjá hérna þetta með Liz Hurley sem er út um allt núna? Nei. Æ, hún var eitthvað að taka
myndir af sér, eitthvað svona sexy myndir af sér eitthvað, já, hún var eitthvað svona á brjóstónum eitthvað, en í pelsamt sko. Já, sitta þinn á Instagram með eitthvað svoleiðis. Já, og var á brókinni samt sko. Já. Sonurinn var að taka þessar myndir. Já, en veistu það að ef henni líður vel með þetta og svona, þá ána með sjálfan sig, er það ekki það bara gott mál? Jú, en það sem ég var að spá er að þetta er eitthvað svona núna trenda sko, það er allir að þessu, hvort það væri einhver sens að plata því í þetta. Gleymdu því. Er ekki allt til lagi með þig? Þekkir þú ekki mömmuðin eða? Já, nei, þú ert í pels sko. Já, mér er bara afskotan sama þó ég væri pels. Já, en það væri eitthvað söfnun og svona, þetta færi allt í, er eitthvað söfnarsjóður sko? Nei, veistu það, ég skal freka gangi í hús og safna. Já, þú væri ekkert bara á tútónum sko, þú væri í pelsat yfir og á brókinni. Nei. Mamma Svetta tók vel í þetta? Já, ég skal ekki trúa því. Nei. Herðu, það er bara, sorry, eska mín. Ekkert mál, ég beði heilsa. Ok, skan, bye you. Shit, hvað þetta er óþægilegt maður. Þetta er agalegt. Mamma, það var ekki til, það er korið. Leysa Hörley er eitthvað góð á því. Já, hún er greinilega í einhverju stuði. Já, ég ber meiri virðingu fyrir þessari mynd núna. Já, það er bara hann. Þegar mömmur eru greinilega bara ekki til í þetta. Nei, ekki mömmur okkar. Nei. En sko, þær voru til í samt alveg margt. Þær voru til í að sko, ef þetta væri alvöru söfnun, við hefðum ekki verið að fýblast. Nei. Þá voru það til í að safna. Já, alltaf til í að safna eru gott málefni. Gangi hús með þess að. En við þyrstum að náðum eftir 2-3 rauðinsklaus, þá voru það til í þetta. Það held ég, elsku vinir. Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum í eins og þið heyrið. Hvað heitir þessi hljómsveit? Hættulegir. Þetta er hún Gagsara og með lagið Never Walk Alone hér á FM 957. Nei, þetta er með Dynamite, en þú varst ekki langt frá þeim. Nei, þetta er einhvern veginn hljómar allt svipað en þetta er hörkulag og við erum bara ánægðir með stöðuna í heilsinni að spila þetta lag. Já, það er að kemur að tónlist. Topp tónlist. Já, þetta er það og hérna, og ég kom inn á það, við erum í svolítið hættulegum gír, ég er búin að koma inn á þetta áður í þættinum, við FM 95 blöðmenn, við erum að fara að gera okkur glaðan dag. Já, það er svolítið þannig. Þetta verður, sko, þetta er erfið helgi fyrir fertuga menn. Já, það er svolítið þannig, því að sko, við erum að fara að gera okkur glaðan dag í kvöld og svo er fertugsammal á morgun. Svo er fertugsammal á morgun hjá Hoogie Boogie og það er alltaf ákveðið álag, sko. Ætla Króksarinn að vera með, segja nokkur orð? Ég? Afmælisbandið? Veit það ekki, ég er ekki búin að hugsa svo langt. Ætla þetta sé svoleiðis partí? Speech. Hvað er hann gaman? Þetta er 20 manns. Hann er fertugur? Já, hann er að lendi í COVID-amali sem er leðilegt. Ég og Blöð voru mjög hefnir. Ég gæti haft skýri 50 og Sjálandi í Garðabæ og Blöð með sitt í hörpunni. Akkurat þegar að COVID-rusli var í The Downcycle. Ég nú aldrei séð hana eins þegar Öddi var með skilabóð frá Víði, sko. Það kom að er lagi hendi eitt partí? Já, það er akkur til lagi núna gamli. Já, það er Blöð bólur sko. Það er komið að hættulegasta lið FN 95 Blöð. Hann er rólegur í dag. Er það? Mér finnst þetta að gefa akkurat annað til kynna. Hvað er þetta ekki? King of gamli skólin? Jú, gamli skólin. Það er eitthvað hættulegt, já. En þú veist, þetta er bara rauninni hver er meira af gamla skólan. Gamla sko. Já, ok. Þannig að hérna Þú vildi meina að ég væri favorite þetta? Já, þú veist fyrir keppni. En það, sko, ég segi, það kemur svo bara svolítið ljós, sko. Já. Þú veist. Hvað er það margar spurningar? Ekki meir en 10. Sko, ég gef leif 9 á tökunum. Sko, í máli það sem byrja þetta bara. Sko, það eru 11 en ég veit ég get ekki farið allar. Þannig ég er svona, as a go er að velja einhvern veginn pikk út, sko. Með 7-8 bara fínt. Já, sammála. Getur þú skellt niður mjólkuglasi af vodka eins og að drekka vatn? Já, ég get það. Ég veit ekki eins og að drekka vatn. Þú veist ekki eins og að drekka vatn. Nei, ekki eins og að drekka vatn. Ég hef aldrei séð þið stendi taka. Ekki eins og að drekka vatn. Ég sé Blondell gera það. Já, en ég gretti mig við það. Það var ekki eins og ég var að drekka vatn. Það var samt bara eins og það beit ekki mikið á þig þarna. Jú, við vorum að hard rock í AC, sko. Já, nei, ég veit ekki þetta. Það er bara ekki gott. Það er ekki góða fréttir fyrir neitt. Getur drukkið bara hreinan vodka? Já, ég geti það. Ég myndi æla. Ég myndi ekki að gera það til að sína það. Nei, ég myndi æla. Ég veit ekki hana, ég er aumingi. Já. En áttu borvél? Nei. Hæ? Það var auðvöldasti punktur of all time.
Sko, ég Heiði ekki fucking borvél Hvers hengið þar að bóra eitthvað? Ég á sorglegasta verkfærakassa Íslands, ég get staðfesta. Hvað ætlum við að gera? Við ætlum að bóra eitthvað. Það er barnahamar í hann, sko. Mynd upp á vegg eða eitthvað Já, motherfucker. ég get ekki sett mynd upp á vegg. Ég kann það ekki. Nei, og þú átt ekki borvél Nei, Ég ætla að ég- væri En bara veitu hvað, setur þú borðvili út að hengja það? Þetta er bara negla bara nagla. setur eitthvað drasli í veggin og hengir hann svo upp Þetta flókið það Það sem ég Ég held að geri, maður þurft að negla eitthvað, ekki það, ég kann ekki hengja upp myndum. ég skammast mín alveg fyrir þetta, en ég er bara heiðalög með þetta. En það sem ég geri er að ég set bjórn í skáp, ég panta pítsu, svo býði tengdó eða pappa til að koma og setja beina mynd. Já, Og ég er 36 ára. En þegar maður nógu peningum þá bara borga Æ, maður það er ekki, ég var að segja pappa minn sko, tengdapappa, ég þarf aðstoð. Þið þekkar ekki með borvél núna að setja ykkur mynd upp heima þessu sko Ég lofaði því sko Það er bara búið að outsourca því Hefur fengið síkó eftir að gefa þetta gamla skólan? Ég hef aldrei reykt alveg. Steinþór? Já, ég gerst það. Í alvöru? Eins og í bíómyndunum? Þetta er rosa Fyrstu þetta bara rellu upp í rúmi? Ég reykti Það í, er ógæslegt. hvað meinar? Ég reykti í mörg ár. Já, inn í svefnherbygg. Nei, í svefnherbyggi, nei. Þetta er bara eftir Hvað ertu búin að Nei, gera? bara Ég er ekkert eftir svefnherbyggi, nei, ég hef ekki gert það. Ég sagði Já, ekki ég veit ekki. Nei, ég meina, hvað Það er sagði bara basically, ef ég væri búin að stunda kynlíf, Já, þá fer ég og reyki síkartu. Hvað fórstu þetta svaðið? Fyrir þetta svaðið? Já, ég reykti Já. náttúrulega 20 síkartur á dag. Nú labba- Og það var bara á góðum degi, oft reykti ég eftir 40. Þannig að fórstu á bak og var beint á svalir og Hvað er það að taka úr töflu? Hvað er það að gera? Já, kaka þú ert alltaf að gera svo Ég skrikt. er Þú ert í beitnáttíðingu, þú ert alltaf að taka úr að pillur og spröta ykkur Ég ylvatni. er að taka astaskinn út Ég er fertur í það hugsa um að beautiful skin Þetta flókið það Já, þú lekur allir í Já, regningu. en sko, punktur mér var ferð á bak Steinþór og leið upp hún á hámarki og þið veit þú öskar svolítið svona á hámarki reyktur í veistu einni það? bara leið það er eitthvað leið? besta það er eitthvað harðan sem ég veit sko. Já, sko. ég elska Ég veit að við erum oft saman í liðið þetta stendi. Þegar hann En segir ég þetta vissi ekki að svona þú væri bara svo gauraður í bíómyndunum. Það er bara beint í rétt eftir kynlíf. Hörðu, Já, það er ég 2 segi, stenda ég er búin að- og ég the hef- favorite er leading Ég hef ekki gert það lengi því að ég er reykljus þetta. Mendur að segja En þú veipaði eftir kynlíf? Jú, ég ger það. Ég veip þetta ekki. sko, Tengi vöruna líka. þetta er rosa það er 2 stenda Já. starru meira á blöðrur en afturenda gamli skólinn er meira einhvern veginn í gamli skólinn er meira í blöðrunum en bossunum sko Er gamli skólinn þar, já? Þetta vissi ég ekki. Nei, ég bara veit nýja það. skólinn er svolítið að horfa á bossan á fólki Já. gamli blöðrur sko Ég er bara, ég svo sé Steindi, þetta er svolítið í málega þú varst baðvörður sko Já, það hefur komið fram inn áður. Ég Blöð, þú er an ass man Vertu completely honest Já, man nei, ég bara, ég sverða, ég veit það ekki. Ég er ekki að reyna að koma mér út úr spurningunni. Ég var að hugsa það núna. Ég sé bara 50-50, er það skrítið? Ég er ekki að tjóka. Já, þú með hálfan punkt. Þú veist, Hálfan punkt, já, ok. þetta er þekkt spurning, sko. Ha? Þetta er Já. þekkt sem perralegasta spurning sem þú getur spurt einhvern manna. Það var meinarðu? skrítið að koma Hvort þessar ertu átt. meiri blöðrukall eða rassakall? Þetta er bara að við erum fertuðir í veitin út í því. Þetta bara gengur ekki. Ángriðs. Fyrir ekki MR Lúði svaraði spurningun Logi Bergmann er ekki að standa í þessu kjafta að hann spyr just answer the question Ég var í borgarhaldsskóla. Ég ætla að segja 50-50. ok, blöðu með ég hef aldrei gefið hálfan pún blöðu með 1,5 stig Já, ég var að taka það bara á mig. Steindi, þetta er ekki flókið þú veist alveg hvort þú horfið meira á veist. Svaraði Já, bara. ég ætla að segja 50-50 líka. Já, Já, ég myndi alltaf. Þú veist, ég ætla að vera meira blöðurkall einhvern Nei, Ekki með blöðrukalla? Nei, mér finnst andlitið líka nú bara skipta ágætlega máli. Það er bara kannski ég. Næsta spurning. Hjólaru þú átt að fara eitthvað eða keirir á luxus í eppanuðinum Er það að tala um þegar þú þarfst að skreppa eitthvað? Já, bara að fara eitthvað Já, ég fer á rafskútu. Hæ? Rafskútu. Hvað með luxus í eppaðin? Pusjóin. Já Ég fer á hann ef ég þarf að fara til Reykjavíkur. Ertu annars, þú ert bara fræðið innan Mosó Já. Þú fer ekki út í búð á rafskútunum. Ertu bara svo Gísli Martin? Já, nei, ég fer á... Ertu Gísli Martin Mosó? Nei, þú veist, ég ætla alveg að viðurkenna það. Steindi Martin? Nei, Ég get alveg lofa Ég er því alveg- hann hefur farið á hann svona tvisvar síðustu 3 hann var að mánuði. segja það. Ég er að Ertu að ljúga? Ég viðurkenna það. Ég ætla alveg að viðurkenna líka. Ég er ekki að hugsa rosalega mikið um lofslagið þegar ég gera það. En ég gera, en bara litlu fyrst að gegja gaman. Ég fer... Síðastur fórstu til búð, fórstu á Sko, bíla eða fórstu á rafskútu? Ég tek alltaf, búðin er þannig að við tökum viku innkaup á mánuði, viku innkaup og kaupum fyrir alla vikuna, en síðan er alltaf bara, heyrðu, jógurt að vera klárast, það vantar eitt pott, það vantar þetta og drast, smottir í, þá tek ég alltaf skúturinn við förum, ég tek bakbúka og förum á skúturinn. Munur á mér og Steindar, ég líði ekki að hlustundum, Rétt. ég fyrir á bílnum. Já, ég er bara ekki að ljúga. Blöðu gamli Hörru, Ég það er 2,5
og 2,5 Ég ætla að breyta þessu bara. Ég ætla að segja bara 3-3. Ég er alltaf flókið fyrir. Ég gagfræðingur. Fórst að grenja þegar þú eignaðist barn eða varst í vinnunni og fækst SMS að barnið var að koma í heiminn? Hvað heldur þetta? Gamli skólinn, þeir voru í alveg bara Gamli skólinn fór ekki sem að fæðingadel sko. Fekk bara SMS gamlið. Mesti gamli skólinn er náttúrulega pappans Hjöppa. Hann var í baði þegar systir hans fættist. Það það harðasta sem ég heyrst. Það gamli skólinn. Hvort það er rétt eða ekki, það samt það harðasta sem ég heyrst. Ef hann hefði verið með síma það fengi SMS að barnið hefði komið í heiminn. Þannig að hann var í baði. Svona honum til varnar, þá var líka tíðkaðist ekkert fyrir kalla að vera þarna. Ég veit ekki hvort ég Þetta var gamli. Ég veit ekki hvort ég kallaði að grenja, en já, ég táraðist. Ok, blöð fór að grenja. Já, ég fór að grenja líka. Ok, 4-4. Þetta, sko, auðvitað 4, ég er heimskóð, þetta er gamli skólinn, þetta fengið ekki stig hann. Ertu það mikið gamli skólinn að þú tveggja barna faðir en þú ert að fara að keyra í doppulhettur helgina? Nei, það er ég ekki. Já, ég er það. Er það gamli skólinn? Ég er að skeina ég er ekki allur inn í kvöld en ég er allur inn á morgun. Þú talaðu það í 2 tíma en hvað mikil púkið er. Ég veit að ég þarf að vakna fokkin snemma. Ég get ekki fara allur. Þetta kossi með sefur ekki, skiptir ekki máli. Þú nær ekki svo mikið djús. Nei, já, það er alveg rétt. Þannig að þú veist hvað maður skiptir, þú setur bara fullur og þú mæta það í fyrramálið. Hvað er mikið eftir þessu rugli? Það er 4-3 stenda. Hefur þú hristið yfir tímariti? Svo átt bara að flétta með höndunum og þú veist, með vinstri með og hristiði með það er svoleiðis. Það byrði okkur hlæðið svona. Það var tíðkæðist bara í gamla dag. Það er gamla dag. Og Steindi líka. Það var bara svo að einn spóla sem vinna okkur nátti bara og hún flóna milli manna. Var einn vina, voru allir vinir með svona spólan? Já, bara þú veist að spólan gekk á milli. Það er þekkja að allir sem eru fættir á svipum aldrei á svipum tíma. Já, ég veit ekki hvað er tímaðan. Ég fann einu svona spóla heima á mér. Heima þér? Sem getur blöðat eða? Greinilega. Og ég passaði mig á þegar ég horfði á hana. Ég spóla á sama staðu þegar ég byrjaði. Því ég var svo stressaður að það myndi fattast. Og það landakvæða svona? Nei, pappi mér átt hana. Alvörinni? Hristingsbólu það? Hristingsbólu, já. Kitty Brits og það var ekkert eðlilega gráðin á. Nei, ég held að það er bara flestir átt svona í gamla dag því að það var ekki til tölvur, sko. Ég næst að passaði að hafa hana alveg eins í hulstrinu á sama stað þegar ég byrjaði á nákvæmlega sama stað í skapinu. Heldur að mamma henni hafi vitað þessar spólu? Já, ég veit það ekki. Næsta spurning. Þetta er ekki vesin í dag, sko. Nei. Ekki með eitthvað vaffu öðspólur. Það eru 2 spurningar eftir, einu stutt, einu aðeins lengri. Nei, það er bara einu eftir. Já, ok. Þannig að Blöð, þú getur jafnað þetta. Ég get jafnað, já. Ertu það mikill gamli skóli að Lucky Lady hefur legið í rúmunu og sagt já, ok, svona gefur Steindi Junior það greinilega gamli skóli. Það veitir, akkur náttúrulega mig, ekki auðvitað. Ég veit þetta skrifir. Það er ekki sama spurning og síðast. Var þetta ekki síðast? Sama spurning. Þið minnir það. Hvað sagði hún? Nei, þá þarf ekki að endur taka það. Hún sagði já, ok, svona gefur Steindi Junior það greinilega gamli skóli. Þetta hvernig svolítið? Já, eitthvað. Þetta er bara, þetta er spurning, just answer the question. Þú spurðir henni í síðustu viku. Þetta er leið hjá mér. Shocker. Steindi, þú ert king of gamli skóli. Akkur ég? Þú varst 5-4 yfir hana. Já, var ég yfir. Og Blöð fikk ekki punkt hana. Enda hann ekki 6-4? Nei, þú ég endaði 5-4. Þú ert kóngurinn á gamla skólan, segður. Já, koma engum átt. Takk fyrir það er topp tónlist. Á topp tónlist að þjóðinni FN957 The Banners með Someone to You. The Banners. Þetta var alveg kynning. Ég var Richard að gefa launa eitthvað núna bláðan dag. Já, takk fyrir það. The Banners. Þetta var rosalegt. Já, þetta var svo mikið stemmingslæði. Blöður í gýr. Þetta var svona eins og eitthvað tónlist, eitthvað bíl að vera bakkinn með tróðfullan. Ég var á skilabá og Hjöpi að sendi hræðilegt lag. Já. Steindi var líka að segja á það Blóndi, spilaði skemmtilega tónlist. Það er föstudagur, menn er í gýr og það er COVID-free og allt þetta. Myndi að drepa þig? Nei, hvað? Beisöndir eða Móðu ekki að fíla The Banners? Já, þú veist Hjöppi vill náttúrulega bara Íslands, það er ekki. Það ég líka. Það settu að bubba næst á. Ég er bara sammála. Já, ég geti reyndar er ég að fara að spila Helga Björns næst því að Helgi Björns er í tónlistamennanum okkar sunnudaginn. Já, spilaði Goddamn Holy. Hvernig var Helgi Björns svona, hvernig var fyrir Skotland og Söðukröki að vera með King Helga Björns? Það var Fannst hann að horfa á þess og vera a piece of shit eða? Nei, hann var mjög skemmtilegur. Couple of week, voru þið bara, þú veist Hann er ekki með virðingu fyrir blöðurunum. Nei, horfa hann að þess og vera a piece of shit eða?
Nei, hann er náttúrulega með hnaustigt hár Já, ég veit það. Af því að fórstinn á ég verið sköllóttur Nei, en náttúrulega þetta er Holy Bee Þetta er Helgi toppmaður. Fókin Björsko Helgi meistari. Já, hann er legend Og þátturinn er geggjaður Hann er á sunnudaginn klukkan 7 á stöðu Ég er svo hrifin á hann sem leikara sko. Já, við förum einmitt aðeins inn á það líka En Það er komið að Ég glemdi að minnast á þetta þegar við vorum að fara yfir hver í þættinum Það eru augljósa staðrendir í dag Það eru augljósa staðarendir og þær eru svakalega augljósar Ég hef aldrei séð það svona augljósar Svo er Patrikur Hæmi, hann er rétt og mætur Já, og við ætlum að henda honum í How do you do fellow kids Sem er ekki örgulega Hæmi hraðaspurningar og Patrikur fleira. Jamie Sko, Patrikur Jamie Ég sé Patrikur ekki Það Hæmi er vel bara Þetta er damn good Jamie. question, Dutch Spurðu Er það hann. Patrikur Hæmi Ég held það eða Jamie? Spyrjum hann bara Já, ég meina Þetta er En ekki maður láta þetta samt móðgandi Það kemur sem gestur Ég þú er 95% að þessi Patrikur Hæmi Akkur er móðgand að spyrja Já, hvernig það ber fram það nafn. veit ekki hvernig þú ber fram nafnið Það sagði sko að það er móðgandi En við vitum það ekki Nei, það er móðgandi, ég veit það ekki Þetta er Patrikur Hæmi Patrikur Hæmi, já Þetta er flott nafn Ég Já, veit ég meina, það, eru ég ekki ætla ekki bara að þykjast ekki að taka smá chit-chat Jó, og kynnast honum Ég það er ný stjarna og Ég hitt hann nú daginn og ég sagði að ég hafi hrikalega gaman af honum og þátt honum og við spjallaðins við hann Þetta er geggjaði sko Heyri, drengir, en hann kemur þetta smástund og hann mun taka þátt í How do you do fellow kids og ég veit að þú ert búin að allra henda honum í hraðaspurningablöð þá Já. geta áhörundur kynst honum mjög hratt og Hlustendur, það er að hlusta á okkur ekki að horfa á okkur Já, við erum ekkert í mynd, við þurfum að græja það Engin að horfa Það er enginn að horfa á okkur Ekki nema bílandir hérna fyrir Já, þetta er alltaf fólk Já, þið komið hérna fyrir utan Suðurlandsbörð 8 þá getið þið hort inn Já. Herru, en það er komið að augljósum staðrindum og það eru svakalega augljósar í dag Ég ætla að beða Mr. Selfridge betan bara eittur og bingo bara, Er hann ekki öruglega þá til Það er svo langt sem á Right smiða fucking now Já, hendur sig í gang Hanna Hann er mættur Hann er í botn Það var svolítið háan Hann er í botn Það er ekki Þá tala ég líka bara herra Herru, Öddi Já. Ég er Árni, við erum þrír nefnilega hérna. Já, ég veit að við erum þrír En ég ætla, sko, þetta er eiginlega að Því að ég ætla að hafa smá twist á þessu Ég ætla að byrja á eitthvað spurningu Byrja á spurningu Ég ætla að byrja á mjög augljósi spurningu Ok Sem er svona, það er twist Það verður aldrei gest Nei Og ég ætla að beina til þín Ok Ertu klár? Já, tilbúin Hún hljóma svona Hver er munurinn á mömmuðinni og skiparottu? Og því barast Já, Þú veist, þetta er mamma mín hlustar, sko já Þú spyrði eins og sé engin munur og mömmu mín og skiparóttu, sko Jú, þetta Akkur, ég segi það ekki Akkur segir það? Það er fullt af mun Hver er munurinn? Hellingur. Nákvæmlega eins og þú sagðir Það er rosalega mikill munur mömmunni. Og ég telli upp allt Og skiparottu Já, en þú spyrði eins og það sé bara engin munur á þeim Nei, Finnst þið mamma mín vera skiparótta? nei, alls ekki Hatti, minnst þú Já. geggjuð Já, Ég allir elska komið þetta svona ógæslega spurningu Hún er ekkert ógisleg Herru, veistu hvað þetta átt að vera? Þetta átt að vera rotnandi rottu hæðir Ég breyti sér skiparottu Já, og því barast Já, en hver er munurinn á mömmuðin og skiparottu? Allt Já, nei, Það ekki er allt ekkert sammeilegt, ekki neitt Þetta er eitthvað Nei, saman ég ætla ekki að svara þessu, hver er munurinn á þeim? Mamma þín er með brjóst Er rottur ekki með brjóst eða? Veistu það, Egill? Nú er ég bara svo heimskur Egill, getur þið hjálpað með það? Er rottur með brjóst? Ha? Nei Nei, En hvað engið svo Það rottur? eru ekki með jullur sko Nei, ok það er Nokkuð svona beinar búk sko Já, reynda þú að segja það, ég hef aldrei stífið rottum Ég veist að hund með brjóst, þetta er bara sama Það er lappa fjórum Já, veist, ég veit alveg það er ekki með jullur framan á sér Ég held kannski að væri með eitthvað Ég hef aldrei séð skiparottu með stóra blöður Hefur þið séð skiparóttu? Ég hef séð svona glitta í hana kannski Nei, ég hefur aldrei séð það Ég hef alltaf að séð ljósmynd En ert þú að stara alltaf blöðrunar og mömmublán neðal? Alls ekki Ég var að spyrja- Greinilega, hvernig er þetta mamma sem er brjóst? Herru, þetta var tenginga þegar við vorum að ringja hann á þann og beðum að vera brjóstanum Já, ég reyndar ok Herru, já, þá hefjast auglösa stærnir Gott að það er búin að rífa plásturinn af Já, líka bara gott þegar að taka mann úr gýr svona áður og ferði hinnar sem Nei. verða pottið hundleður Nei, ekkert svona, hlustaði, auðvitað, ángrís Já, Varstu með mér, ég næðir alveg ekki var, Ég er til í þetta Þú veist að ég var heldur ekki að bauna mömmina Ég elska mömmina Þú varst að spyrja hverju munun á mömmu minn og skiparótt Já, og það var hellingur, Já. það er bara þannig Ok Fyrsta augljósa staðurinn dagsins Já. Ertu búin að lækka í Selfridge? Nei Hækka Ertu ekki að aðeins. rugla? Það þarf að heyra í þér Ég þarf að heyra í Selfridge Já, svona. Hún hljóma svona Krabbar geta ekki prjóna peysu Það heyri Af því að í rauninni sko Já þú veist það er ekki Þeir eru með klær
Þeir getur hér ekki með 10 fingur Þú þarft það til að prjóna En er það staðfest að geta ekki prjóna? Já, krabbi getur ekki prjóna Þú veist allt dýr, geta hann prjóna? Hann klýpur í bráð Ég sé ekki hvernig hann halda tömum prjónum. Nei, því Nei, þetta er rétt þetta er Rétt, hvað er svo Þetta það er sem bara alvöru- fyrir ykkur sigur? Þetta er alveg brekka Þetta er að algjör prjóna fyrir Og ég vissi nefnilega að þú myndir reyna að veiða í líta Nei, ég Þess bara að spurði. ég hafði nefnilega augljósa stærindum með 2 Það augljósa að ég getur ekki reynda að halda þig fram að þetta sé hægt Ertu tilbúin? Egil, ertu tilbúin? Já, ég er bara Önnur augljós spurning Spurning? Nei, stærrind Já. dagsins Hún hljóma svona Forhúð getur ekki tuggið tyggjó Úff Hún getur ekki tuggið Hún getur ekki Hvað er þetta að gera? Þetta er komin í síma bara Ég er að henda á grammið sko. Hæ? Ég er að henda á grammið, það gleipur það Nei Fannst þér hún ekki góða? Nei, þessi var hálf slöpp ég var alveg hreinskil Þetta er augljós stærrind Blöður rétt á því að vera completely honest hérna Já, sko. fannst þér hún ekki góða? En ég er svona lala Já, haltu þið fast, það er að koma önnur Ertu tilbúin í hana? Já Ef það kemur einn slöð, þá kemur bara önnur betri Þriðja augljósa staðurinn dagsins Hún hljóma svona Þú færð ekki hlaupabólu á því að borða hlaup Ok, það segir þetta Ok, Haltu kæftu þig, hún var geggjuð Hún var geggjuð Ef þú færð á namimarinn En okkur eigið svona Egil er að hlæja Alkohólaus. Hann hlæra alltaf í Ég hliðina á máli, vagninum. ég máli þér Ég feitaði út og datt í síman Í brefinu Já, það er bara- nei, Varstu í brefunum með það? Nei, ég fór á Instagramið og Já, ok Ég er mannlegur, Ég hefði- hafa aldrei feitað út eða Ég hefði fyrir ekki að hefði farið í beinn brefin útsendingu sko. Það er helviti hart Gagvar steindaði og reynskilin Þetta er svo þú væri með spurningin dagsins og hann væri bara í síman Sko, málið er að ef þetta hefði verið brefin Ég veit að það er allt grænt í dag Þannig að þá hefði ég fyrir ekki En allavega Þetta er bara eins og þetta Já. Herru, og þeir megi alveg verið í símanum strákar. Já, það. Þetta er ekki bara fyrir ykkur Má ég fara í símann? Nei, fullt af fólki að hlusta Herru, þá er það fjórða augljósa staðurinn dagsins og svo síðasta Ok. Því ég byrja á spurningu Já, hvað er með góða? Hún er geggjuð Já, Ertu tilbúin? já Þú færð ekki kórónuveiruna ef þú setur á þig kórónu og ferð í skikju Enda er þetta vel Þetta er bara eins og Þetta er eins og Kenny Powers sagði. Finish strong Já, það er reglísi Finish it. Byrja Já, vel, finish it, enda vel finish Og strákar, strong. Og málið er það Þetta er enda líka svo satt Ef þú færð, þú veist Ef þú færð kórónuveiruna Þú veist Þú þarft ekki að útskýra þetta sko. Nei, ég er að segja, þú veist Það er ekki þannig að þú veist þú setur ekki dáði kórunu að skikja og svona, þú er bara rúmleikandi Akkurat Hefur þú farið þessa rassaskimun? og geti, vissi, nei, áskýri með hana ég, sko, Er Kolbarinn það staðfest að þú getur gert það á Íslandi? Já, og Kolbarinn kom kom með með hugmyndina. Það er ekki lengur máli, er ógeðslegt að fá hann að pinna upp í nefið Versta sem ég gerði 2020 var að fara í skimun Möndur þú frekar velja hitt? Ég hugsaði bara, hvernig hættir þessi manneskja að íta svinni nefið á mér? Jöfulsins, viðbjöður Og myndir þú skarra að maður að íta þessu Þetta var í endaferminu? töluvert, já Málið er Þú að- er ekkert farið í þetta blöðið þannig Nei, ég hef ekki Akkur aldrei farið í skimun Af því ég hef ekki fengið enginni Steindi, hvað þú farið? 3-5 skimur? 3-4-5 sko. Kolbarinn nota kjötmanni sko, verður að tjekka á hennu Næ, ég ætla að spyrja náðu eftir þegar við hittum hann Herru, þetta voru Öllu staðir, og þær voru heldur góður þetta Ég er mjög ánað með þær Ég gef þeim 7 7 af 10 Já, Það er bara góð þetta Vistla gefið leið á þetta lag Já, þetta er ágætt Og ágætt er best Rétt Það held ég þeirra að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og já, við erum konum með góðan gestinga í stúdíóið, hann er að koma í fyrsta sinn og já, ég hefndi segja að vera með heitasta sjónvarpsþáttinn á Íslandi sem heitir Ævi Patrikur Hæmi, sagði þetta rétt? Yes, þú Já, gerir það. ekki? Já, Hæ. Já, við vorum einmitt, hæ, gaman að segja Við vorum einmitt bara áðan að ræða hvernig við myndum bera það fram Er það ekki Hæmi? Það er Hæmi. Hæmi Hæmi Hæmi. Ekki hæmi Þetta er spænska, þannig að jóðið er há. Hæmi Ok, og verður velkomin Takk fyrir að fá mig. Og hvað segir þú gott? Bara gott, en Það þið. ekki, við erum góðir sko En eru félaginni kallaði Patta eða Já, Patti. Patti Já, í þáttunum Yes. Já. Ekki, þetta Hæmi er rosalegt nafn sko Ég myndi heimta að vera kallaðar Hæmi sko þegar en Patti En Patti er mjög gott sko Já, ég Like er bara að kalla bara alltaf Hæmi Já, Það ekki? velkomni. Það Það skal gera það það. Þú kalla ég hann bara Patta Við höfum þetta bara 50 Herri, já, til að byrja með, til hamingi með þættina Æði Takk fyrir. sem er á Stöð 2 Plus Yes. og eru búin að slá í gegn Þetta var þetta ekki vinstalast eða næst vinstalast á marathoninu síðasta árið Jú, og bara þetta er að slá í gegn á Stöð 2 Plus Já. Og hérna, það sem mig langar óslega að vita er að svona hvernig Þetta er náttúrulega
þetta ekki fyrst, þetta er kannski ekki fyrsta raunveruleikaseri á Íslandi, það var Bachelor, íslenski hérna Pipasveitnin, eða hvað sem þið heita það. Já, það skeit sko. Ástarflegi, það hefur verið eitthvað svona verið að toucha á þessu. Mér finnst þetta að vera svona fyrsta sem er að virka rosalega vel. Hvernig byrjar þetta? Hver heyrir í þér og hvernig er þetta? Sko, þetta byrjaði að ég hefði bara verið með þessu hugmynd í smá tíma og var að skrifa það niður í svona Google Drive, gera bara smá kynningu, postaði því í story og Jóhann Kristoffer sá það og var bara eitthvað, mér langar að taka fund með þér í kringum þetta. Langaði þið að verða raunveruleikastjarna á Íslandi? Já, ég var búin að vera að kreifa það sko. Þetta kemur rauninni svolítið frá þér og Jóhann Kristoffer, Joey Christ sem er tónlistarmaður og geggjaður, hann í rauninni svolítið þá grípur þetta og segir, herri, ég er rúkslega til að ég veit að hann skrifaði sko lokaritgerðina sína í listaháskólanum raunveruleikasjónum sko. Já, kannski að síðan fjölskyldinu ekki? Ég meni, ég elska raunveruleikasjónum, ég horf á Bachelorette, ég hef ekki mist að seríu. Nei, þetta er svona líkara fyrir þá sem hafa ekki séð þetta æðið, þetta er svona líkara Kardashian, það er sem er að vera að fylgjast með lífinu. Já. Og mér langar að spyrja þig, er eitthvað að þessu, því að ef að Kim Kardashian sæti þetta, er eitthvað að þessu leiki hjá okkur eða er þetta allt real? Þú veist, ég myndi ekki segja leikið, en þetta er bara svona ykt og klift rétt, basically. Þannig að þegar þið hittist úr að fara eitthvað út og þá er það ekki, við erum að sjá ykkur eins og þið eru bara dagstælega. Já, ég var alveg að fara að fæta bassa niður í bæ sko. Þú veist, bara yfir einhverju smá drama. Það er alveg casual. En svo kannski þegar kameran þá kannski, þú veist, lætur að verða að því. Já, þá verður maður miklu yktari bara. Já, verður svolítið yktari, en þetta er byggt algjörlega öllu, svona er hópurinn. Já. Einmitt, þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er þú, hver aðalega, þetta er þú, Binni Glee og Bassi. Og þið búin að vera vinir lengi? Ég sá í fyrstu séri, ég horfði alla fyrstu séri. Þið voruð alltaf bífa eins og þið sögðu. Voruð þið óvinnir? Já, eða þú veist, við vorum allir alltaf fyrst óvinnir áður við urðum vinir. Ég hataði Bassa alveg fyrst þegar við kynntumst, alveg hata Ok, hvað var þessi Bassa svo þoldir ekki? Við vorum alltaf að jamma á sama stað og það var bara ekki pláss fyrir tvo klimmer homma á einum stað. Og það er ekki Bassa að drulla sér út? Jú, þú veist, ég reyndi það. En svo einn daginn þá vorum við bara eitthvað að jamma og allt í einu kom 40 ára konu upp mér að reyna að fara sleik um mig. Og ég bara, ok, hvað er í gangi? Svo kemur Bassi til mig bara, já, ég var að ljúga að henni og þú væri til í hana. Ég bara, what the hell? Og þá var ég bara, ok, hann er fucking fyndin. Og það einhvern veginn urðu við bara vinir. Þannig urðu þið félagar. I like it. En sko, í þættinum sem ég horfði á daginn, þá það var draumuðin að verða trophy wife. Er það ennþá? Já, low-key, er það ekki? Ef það draumar er bara eitthvað að chilla. Já, en það er það ekki skrítin metnar og vil ég bara eiga einhvern ríka kall sem sér þið? Það er samt bara svo næs. Þú veist, maður er bara eitthvað að chilla, fara í botox og drekka hvítvín. Það er ekkert eðlilega næs, hvað er ekki til í það? Já, það reyndar. Já, ég meina, þú veist, ef þú getur verið á hverjum degi þá í þessu spreytanni. Já, ég meina, nóg að fara að þryggja, sko, vikufresti er nóg, en ef ég væri þá get ég farið bara, já, þryggja fæðardaga fresti. En eins og fallegt, sko, það er talandi um hvað þessi leiki og ekki, þá sá ég eins og mamma en hún var ekki leikarinn, hún var aðeins að koma henni á jörðina, það var fínt að vera með plan B. Já. Að ef að þú erður ekki trófífæf og þá bentur henni á að þú þekktir eitthvað trófífæf og svo skilda við mannin sinn. Já, vá, alveg nokkrar. Já, það er hrikalegt. Já, það er ekki sniðugt. Það er nefnilega ekki sniðugt þegar það gerist, þannig að þú þarf bara að vera, skilurðu, með gott, hvað er það svona? Gott B-plan, hvað gerist þá? Þá bara ertu það eru bara atvinnulegsbætur og þú veist. En nú Heini, nú ertu að verða hot shit á Íslandi. Þú ert hot shit núna og þú ert að vera að byggja upp brandið og allt það. Spólum 5 ár fram í tíman. Sérðu fyrir þér eitthvað með einhverja vörur áfram í TV, hvað er planið? Góð spurning, hvað er draumurinn? Vá, ég veit það ekki alveg. Þú veist, ég væri til að vera að gera þetta í alveg langan tíma og því að það er alveg hægt, já. Þú veist, eitthvað svona TV, eitthvað reality. Og því ég geti aldrei verið að fara eitthvað að leika eða eitthvað. Nei, menna, er ekki hægt að vera með, þú veist, það eru marga séri, minna Kardashian og svona, það er ekki búið að vera í mörg ár. En þú veist, er ekki döðafæri verið að vera með líka eitthvað svona snirtivörur eða eitthvað, þú veist? Jú, ég hef hugsað, ég kom út 2018 með brúnkukrem og það gekk alveg vel, sko. Ég elska ekkert meiri brúnkukrem, sko. En svo einhvern veginn bara svo hætti það. Þannig að það er út að spá því. Ég meina það er allt, svona í gamin að Flóni var að koma í rakspyrjundaginn. Þú veist, það er fullt af, mjög mikið af ungu fólki er að koma með alls konar svona sínar línur. En finnur þú fyrir mun meira athygli í dag, heldur þú fegst fyrir þættina? Já, miklu meira. Fílar það? Bara bæði og. Það er bara svona næs, bara upp og niður. Hvað er neikvætt?
Bara ef ég þú veist, trashy einhvers þar að komast í hagkaup og það einhver að horfa á mig skilur þið En hefur íhugað að fara að vesla á nóttinni? Já, er það ekki besti tíminn? Já, fara Já, þú ert komið þangað, bara að nótinni eða fattarðu, þú veist, megin hlutin af fólki sem horfir á mig gett mikið á börnum þannig að þau ekkert á kvöldin. En svo þú og sko Bassi og Glíarinn, það enginn af okkur með 9 to 5 vinnu, þau eru bara influencers eða ekki, basically. Þú veist, Binni með einhver svona smá vinnu og Bassi jú með 9 to 5 vinnu. Hvað Bassi að gera? Hann í leikskóla. Hann sko búin að vera í leikskóla sama leikskólum held í 4 ár núna. Bassi sé frábær í leikskóla. Ég var á leikskóla, það var ríkilega gaman. Alltaf sem ég get bara spurt, mikill peningur, eða getur maður að vera með mikill pening að vera bara influencer? Þú getur það, það alveg hægt sko. Já, ég er með nátt duglegur í þessu, það bara hann dólinn. Sko, við ætlum að henda Hæmi í Við erum að fara í How do you do, fellow Ég ætla að taka kids? fyrst hraðaspurningar, svo tökum við eitt lag og svo fyrir við How do you do, fellow kids. Til Við ætlum að leifa hlustendum að kynnast þennast betur og þetta eru hraðaspurningar, þú átt að svara bara fyrsta sem þetta eftir í hug. Þannig að ekkert eitthvað ofhugsið að þú getur ekki svara vitlaust. Tilbúin? Uppáhaldsmatur? Franskar. Það var heiðalegt svar. Uppáhaldssjónvarpsþáttur? Real Housewives of Atlanta. Hvað fyrir mest í töðunar? Vá, vondleikt. Í hverju sefuru? Engu. Fallegasti kallmaður heims fyrir utan maka? Jason Derulo held ég. Lið í ensku? Man U eða eitthvað. Vel gert, ekkert eða eitthvað. Ef þú mætti djamma með hverjum sem eitt kvöld, hver eru fyrir valinu? Kylie Jenner, takk. Þetta er bestu hraðaspurning sem ég hef. Hvað er ekkur á djamminu? Tequila. Binni, Glí eða Bassi? Svona þetta bara að koma Bassi. til okkar. Ef þú mættir hafa leikið aðalutverki í hvaða bíómynd sem hvaða mynd hefði verið fyrir valinu? Dreamgirls. Hvað kveikir í þér? Ég veit ekki, Six Pack og Big Dick. Besta hljómsveit allra tíma? Vá, ég hlusti ekki á hljómsveit, bara Destiny's Child. Hvað er þá besta lag allra tíma? Hvað kemur fyrst í bíóan? Vá, það kom, þú veist, Superbass með Nicki Minaj. Uppáhalds bíómynd? Dreamgirls. Hvað er flottasta merkið? Fendi. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Flóðhestur. Þetta voru hraðaspurningar. Það er enginn satt flóðhestur? Nei, þetta er nýtt dýr. Já, það verður stór hættulegt en ekki það, öll svör þarna eru vond hvort þið er. En byrju, þú sagði tequila, hvað ert alltaf bara í tequila? Ég elska tequila, ég get drukkið sko endalaust tequila. Verður ekki hellaður að því eða? Nei. Ekki? Þú veist, Ef þú byrjar kvöldið og á því og allt bara, þú veist, ertu að drekka allt kvöldið ekki tequila? já. Það er Mér finnst það rosa. betra, þú veist, ég verð fullar af sko hvítvinni heldur en tequila. Ok. Það er rosalegt. Ég er bara þannig að skiptir engum máli klukkan hvað ef ég byrja á einu tequilskoti eða enda kvöldið á því, ég fyrir blackout sko. Ég keyri í blackout. Tequila er stór Það hættulegt. er best að byrja á Long Island Iced Tea og fara svo yfir í tequila. Sko, við þurfum að Það er fara að jamma með þér. Það er bara svo- Við getum þetta, já, við getum Heimi þetta er að pakka með okkur að jamma. Heimi er ekki fættur í gæri í þessu. Nei, hann þurft að kenna okkur þrem old pieces of shit hvernig hann gera það. Segðu kvöldi á tequila og enda á því. Ég er ekki að tjóka, senast þegar ég drakk Long Island Iced Tea, Var það ekki í New York? það var í New York þegar Egil reyðst á mig í liftu. Hann lamdi mig í liftu. Það var rosalegt. Þú varst ekkit, þú sagðir Man U eða eitthvað, fylgist eitthvað með fótbolta? Nei, En einhverjum íþrótum? þú veist, nei. Nei. Hann hefði getað sagt Newcastle líka, skilju. Það sagði Man U, þannig að það er skráð niður og það er bara, það er staðan. Já, fallegasti kallmaður heims fyrir utan maka, það var Jason Derulo. Já, En þú átt makað, ekki? Hver er það? Já, og trúlofaður. yes. Já, til hamingju með það. Til Takk hamingju með fyrir. það. Já. En hvernig er allir að hendi ykkur og í, Já. þú veist, hvernig að taka giftinguna og keira þetta í gang og Ég veit það ekki. sjá til. Já, helst eftir svona 2-3 Hvað ár. verið best með henni, eða Bassi eða Binni Glí? Binni Glí. Já. Binni Glí. Já. Binni Glí er Skellur verið original. Bassa hana, hefur þú ekki hana? Já, pínu. Ég er mikill Bassamaður, sko. En gerist þetta ekki pínu hrætt allt? Þú varst að lausu í... Vá, jú, það gerist allt mjög hrætt. Já, og hvað voruð þið búin að lengi saman þegar þið trúlofaðist? Hvað, 7 mánuði? Já, ok. Þannig. 7 mánuðir, já. Það er samt maður verið heitt nokkur, þetta var ekki svona Britney dæmi. Nei, þú veist, maður er oft 7 mánuðir og bara, ef þetta er að klikka svona vel, það er maður oft eftir það. Já, hvar kynntust þið? Vá, við kynntumst fyrst á Austur og svo á B5. En ég var heilir blakkandi bæði skiptin. Þetta segir það er Ásgeir Kolbens að þakka
að þú fannst ástina? Já, low-key sko. Það er rosalegt. Það er Þú rosalegt. vona að Coldfather sé það að hlusta. Besti skemmtistöðar of all time. Ræði þetta við hann á punktu eftir. Við ætlum að fara í eitt lag og svo ætlar, Patrikur eða Patti eins og við kvöldum hann, því hann vinnur okkar og að keppa við okkur. Sko þetta verður walkover. Herru, bara sko málið ég ætla bara að segja ykkur strax. Við eigum ekki breytt. Allir frasarnir í dag eru komnir frá Binna Glee. Patti, hann er með smá Þá er þetta helviti ósangjandi. Já, ég meina, Öddi er helviti naskur í þessu, sjáum til. Já, þeir eru saman alla dagan, tala um þetta. Einhver lög hérna, þetta lag finnst mér geggjað, Breaking Me. Topic, finnst þetta gott lag, Patti? Já, sammála, þetta er allt í lagi. Já. Gæti verið betra. Sammála Heimi. Það er bara allt í lagi? Já, bara svona allt í lagi. Hans persónulega skoðun. Það er bara Hvað hlustar á Heimi? Þú ert að bara skelli tequila og keira þig í gang. Veit ég hver Ivory and Doll er? Nei. Það er bresk svona drill rappari. Ok. Hún er queen. Hún kemur þér í gýrin. Hún kemur svo sannlega í gýrin. Getur við spilað hana? Er hún á Spotify? Glöður að keira þig í gang. Getur þetta setja Það er bara svolítið sko. En það er hins vegar komið að How do you do? Herru, ég þarf að segja lagið maður. How do you do, fellow kids? Og ég ætla að beða þeim að Ég tipp og ég fáði ekki punkt. Nei, við eigum ekki breyk núna. Þetta er basically steindi að gera lítið úr okkur. Nei, ég er ekki. Það er ekki hann. Nei, ok, af því að sko Patti er ekki með alla frasa unga liðsins á hreinu. Er þetta eitthvað rugglaður? Já, og sko Já, menn Patti áður 90% af þessu frjóðsum Það gerir þetta aðeins erfiðar sko. Hvað heitir lagið áttur? M.O.P. Já, auðvitað. Ég ætla að gera það besta. Ef ég fæ punkt ég lítið á það sem victory. Já, það er ekki að hjálpa ykkur að Binni Glee sendi mér þetta á leiðin inn í flugvél. Þannig að hann var að sendi mér þetta fulla á hann. Veitu hvert er Glee hann að fara? Ég þakka hann kjalla fyrir það. Glee hann fætti þennir í það? Ná, hann var að koma til Reykjavíkur. Hann að mæta? Já. Frá Akureyri? Yes. Já, ekki að Glee hann að mæta Reykjavík. Okay. Hann er þetta Blöndal. Takk fyrir Ég er komin. Þá er allir keppendur klárir. Í þetta skipti er þetta 3 keppendur. Það er Egill Einarsson, Blöndal og Patti, eins og ég kýrst að kalla hann Patrikur Heimi. Hvað segir þú, Patti? Hvernig er þetta? Þetta er stressandi. Þetta er klár? Já. Ok, drengir, fyrsta spurning. Hvað þýr frasinn að vera slay? Patti. Það er bara svona killing it. Það er hárrétt að killing it. Sko ég ætla að segja geggjað, það er rátt. Já, sko, negla var líka, sko, Binni sendi Killing it. Það var bara sem er bara orðrétt. Bara killing það er it. ekki geggjaður Gleearinn. Það stendur hérna, killing it. Já, glemdu þessu bara blöð. Ég hefði sagt að eitthvað. Ok, nú spyr ég ætla ekki að spyrja 2 fertuga kallmenn. Ég ætla að spyrja hérna alvöru stjörnu. Heimi. Hefði ég sagt, ok, slay, það er eitthvað sem er alveg geggjað, myndur þú gefa vitlaust fyrir það? Þú veist, það hefði bara verið svona allt í lagi. Það meikar alveg sens. En það er samt svona killing it. Killing it, ok. Ef þú segir eitthvað geggjaðan gæja og hann er með, veist, hann er með sexy raskat og hann er með alltaf på 10, segir þá að geta gæði slay. Já. Og getur. Heimi á með það rétt. Ég er að vinna með þetta í kvöld til fyrir punk. Það er 1-0 fyrir Patta. Næsta spurning, hún hljóma svona: hvað þýðir frasinn Fröken Fix? Ekki hugmynd. Patti! Það er bara svona fín frú sem fyrir Botox og drakka hvítvín. Það er hárrétt. A gold digger. Já. Við erum að fá einna gamla skólanum. Herru, Hvað það eru, Fröken Fix? Fröken Fix, það er bara fín frú fyrir Botox. Þetta er þetta ekki basically Trophy Wife? Jú, þetta er Trophy Wife. Þetta er íslenska Trophy Wife. Ok. Fröken Fix. Þetta er Fröken Fix. Við erum kannski að tapa Egill, en við erum að læra. Já, sko, ég er bara stefna að fá punkt. Já. Það er ennþá að rétt upp höndið, ekki? Það er ekki staðan. Nú geta Íslendingar geta notað núna Fröken Fix frasan. Er mikið af Fröken Fixum á Íslandi, Patti? Já. Já. Svo mikið. Ok. Sem eru bara trophy wives. Já. Bara svona sjómanns wives. Ok. Og eru þið bara í Botox og hvítinni? Já. Ok, nice. Maður veit ekkert. Nei, ég þekki nokkuð sjómenn, sko. Þetta er bara stendst. Herðu, þá er það 3. spurning. Þetta er fyrstu kemur, fyrstu fær. Af því að ég fekk bara frasa sem er mikið notaður af ungu fólki. Binni Glee notar hann mjög mikið. Ég þarf að taka sjensa. Þú verður að taka sjens núna. Hvað því frasin æði? Egill. Fuck! Þú vildir ekki fá svarið? Nei, ég bara... Þú sást eftir þessu Út af því ég þarf ekki að sjensa. Já. Það var að pakka mig saman. Þú lítur að vita hvað æði er. Hvað er frasin æði? Ef hvað er æði? Það er bara frábært. Já, er það ekki bara einhversi æði? Er það ekki? Það er hárrétt. Það er Egill Einarsson. Er komin inn í leikinn.
maður. Ég vildi punkt Þú fegst fucking grínast. punkt. Ég verð samt að Ég held að vera trick koma question inn á það að segja eitthvað hvað þið er æði og svarið er að það sé æði. Æði. Þetta er liðlegasta spurningi sögu spurningakefna. Þetta var bara trick question. Nei, þetta var bara hræðileg Hefur aldrei verið að horfa á spurningkefni og það er a trick question. Nei, bara fyrir hvað stendur að labba Hvað átt að gera þú dettur? Stand upp. Þetta var ekki eins og þannig. Það er ok, áfram með þetta. Eplu eini sem er ekki með punkt. Já, það er svona heyrur hljóði á honum með það. Herru, ok, þá er það næsta spurning. Ég ætla bara að gefa ykkur smá hint. Fyrstu kemur, fyrstu fær. Já, bara svo alltaf. Hvað þýðir frasinn the saying ég er í sjokki? Patti. Það er bara svona verið sjokki. Þetta er bara það mikið æði að ég er í sjokki. Það er hárið. Þetta er bara Jú, þetta er bara Nei, þetta er bara svo Hvað þýðir að vera í sjokki? Það er í sjokki. Nei. Hvað þýðir æði? Nei, býttu. Hvað er að gera? Býttu. Þetta þýðir Hlusta, þetta þýðir að þetta er svo mikið æði að ég er í sjokki. Æ, ok. Patti er að gefa okkur einna gamla. Þetta er bara, þú veist, auðvitað tapsam. Nei. Ég byrð bara ég afsakað auðvitað. Nei, ég er ekki tapsam. Ekki með það skríti. Herru, ok, það er þá, betur, fröka fix, það er 3-1-0. Sko, ef ég fæ punkt, I'm gonna keep it alive, sko. Þannig ég ætla ekki að sjensa núna. Ok, það er síðasta spurningin. þá ertu ekki alive. Ok, Patti er búinn að vinna þetta. Já, ok. Nei, ef ég vinn þessa, þá fæ ég Nei, það ekki bara að jafna það ekki. En þá er 3-2, en þú veist, það var a great honor. Ok, let's do crowd. Fymta spurningi, how do you do fellow kids? Hvað þýðir frasinn Mr. Man? Það verða Mr. Man. Ekki hugmynd. Ekki hugmynd. Það er Patti. Mr. Man, það er bara svona a whole man, skilur, a sexy man sem þú vilt fara að bæra of. Býtu, verður nákvæmari? Mr. Man er, ok, það er svona. Það er bara svona ríku kall, oftast hvítur, skilur. Bara svona. Þetta er enda rosalegt. Þetta er hárið. Það er bara þannig, þetta er hárið. Það er sko, málega, ég með þetta nákvæmlega skrifað eins og Binni sendi. Hann sendi, Mr. Man er eldri hvítu gaur, low-key daddy, en samt ekki, en samt jú. Þetta var bara nákvæmlega svarið sem ég fekk sent. Þetta var hárið, þetta er 4-1-0. Líkundur að ég svara þessu. Til hamingju. Hæmi, kom og tókist það maður. Okkur að hakka saman, sko. Búið að Patti eins og við kvöldum núna. En þetta er þú að vinna okkar. Gekkja að fá því heimsókn. Við þurfum að fá Takk fyrir að fá mig, endilega. Og hvetjum alla til þess að fara á Stöð 2 Plus og horfa á nýju seríuna. Nú eru komin þrír þættir inn. Yes. Og fjórði þátturinn kemur næsta fimmtudag. Næsta fimmtudag. Já, svo líka fullt af fólki sem eftir að horfa á seríu 1 og hún er að inn á Stöð 2 Plus. Já, ekki Fjórði spurning. þátturinn er skemmtilegastur, sko, það er dramað. Ok, til í það. Love it. Patti, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Það er hárrétt, það er Túborg, Léttöl, Keiluhöllin og Ritt sem fær ykkur FN 95 blöð við virkum. Þetta kærlega fyrir komuna, djöfitara skemmtilegum. Það er svo gaman agli hérna. Ég get ekki annað að leiða Hann tampusta sig. Já, ég bara erum við ekki að fara út að borða það. Herru, fyrst varst að taka ykkur pillur á hann, ykkur svona skinntöflur. Svo varstu farin að úða á því rakspýra. Já, ég menna, veist, Nú ertu hann að busta sko, stærðunar. ég var heima upp á fjalli. Flesti gera þetta bara fyrir þá. Í Östurkór. Ég get ekki verið að keyra allar þangað, henda mér í gallan og fá svona og punk. Nei. En ég tók með mig gallan. Þetta er flókið. Akkur er þetta tampusta þess að Og því ég bara, ég vaknaði 5:50, búin að vera að vinna og drekka 10 bolla og eitthvað, maður ég tampast með það, flókið það. Og ég það málega og ég kann maður segja þér eitt eða. Þú dast í the jackpot, þú þarf að mynda það með að skýra öttir við Instagram-trið, sko. Æ, ég góð. Það er þessi myndtarar við lægi, sko. Nei, ég er Ég mátti ekki vera á henni. Já, sko, þú ert svolítið, þú fækst að vera með síða, sko. Sko, ef þú ætlar að vera með núna. Þetta er eitthvað great honor. Mást ekki þegar ég seldi þér hugmyndin á þannig að væri fótó eftir Kolbarn. Sko, ef að Steindi fyrir að vera með þessuna mynd, þá þarf Kolbarn að taka myndin. Já, sem er náttúrulega að gera myndir á 10 svona verðmættari. Við náðum ekki, sko, það er hellingur sem við náðum ekki að fara í. Ég og ennþá sturla staðarindir. Íslensk klúður, maður. Við verðum að taka það. Já, hvað? Má ég please taka það? Já, byrju, hvað ertu með? Hvað er mikið eftir? Ég verð bara snöfnur. 3 mínútur, já. Herðu, þá er að braka til fest íslensk klúður. Býtu, ég er að opna þetta allir það. Ég er náttúrulega ekki skjóta sendibóðan í þessu. Herðu, býtu, já. Það er margt að hellingur í gangi í slúrinu. Það er bara þannig. En það sem svona fyrir að nefna kannski svona aðalega er að það er Kristoffer Hate
er komin í til landsins og fjallar það í síðustu viku. Já, hann er entrepreneur og self-made millionaire. Já, hann er að koma með kvelli, drengir. Það er bara þannig. Hvernig getur hann verið stærsta samfélagsmiðlastjarnan? Ég er að kíkja hann núna hérna. Kristoffer Hate, hann er ekki Hate. Hann er 1400 manns. Já, hann komið 1500 followers á 7 tögum. Já, þú sér bara ratio, þetta er stærsti áhrifavaldur í Ísland. En ef hann var stærstu, þá ég haldið að allir sem voru að fylgja myndi fara strax aftur inn á hann. Er ég eitthvað ruglaður? Auðvitað er það að gerast. Hann er bara að vinna sig aftur frá núli, eða ekki? Já, jú, hann er bara með nýjan, sko, málið það. Þú færið á Instagram núna og getur eld Kristoffer Hate. Ég byrjar eldan, hann er geggjaður. Já, ég fór eldan bara út af því, sko. Það sem er í gangi núna er að, sko, það náttúrulega er fólk, að 15 ára spila að skoða myndir aftur hann. Það er að byrja að skoða myndir á honum og fólk tekur eftir að það er ekki mikið að myndum á honum. Nei, okkur er það. Ástæðan fyrir því er að sko, hann hætti náttúrulega á sínum tíma á gramminu. Já, okkur hætti hann var fyrstur af öllum hér á Íslandi. Hann var byrjað að drekka 180 mg orkudrykki 2012. Þú varst búin að segja okkur það. Og það var út af snjónum sem hann hættir, sko. Út af snjónum? Já, hann var komin í snjóin. Það snjóaði hjá honum. Það er bara hannig. Bara rough times og hann var að skjóta á sig. Það er bara hannig. Og hætti hann þá á Instagram og opnaði nýjan reikning? Já, hann var, þetta voru báðar nassir og allt þetta. Og síðan líka sko bara, þú veist, sko Mats Hate Fredriks sem er pappans, hann var kallaður snjómaðurinn Óli. Þeir byggu, hann ólst upp í Vesturbókaði sem er hérna hverfi í Danmörku, svona smá hipstara hverfi og það er snjór 24/7. Kristoffer Hate, velkomin til landsins. Nei, ég er mikill Kristoffer Hate maður. Ég er ekki sem bara að segja af hverju. Ég er gaman að svona entrepreneurs sem eru einhvern veginn bara að grænda og er að búa til cash. Já, en málið er með hann bara, ef ég fæ að spóla hérna, hann postar ekki einni mynda sér í dag. Ekki einni mynda sér, hann postar hvað hann að gera. Hann postar ekki myndum hans, hann nennir ekki þessu slúðri. Leið og hann setur mynda sér, hann setti eina mynd af svona daginn endar, en svo nennir hans ekki bara því hann setti eina mynd af svona daginn og fólki strax var að tala hann sem komin í snjóin aftur. Hann nennir ekki einhver svona rugli, hann er bara fann að posta því sem hann er að gera. Hann nennir ekki að fara að fronta einhverja myndir eins og einhver trúður, það er líka dautt. Það er dautt í dag og ég ætla að segja ykkur miklu meira, ég er á sko þar að hraðspóla. Já, klukkan á 6 og við borð. Ég get ekki eins og sagt ykkur Frikki Dóri líka. Steindi, ég elska á þetta lífinu. En ég er að fara í kolbsteik eftir 7 mínútur. Já, Frikki Dóri er allavega að koma með nýjan vinn hérna, strák í 10. bekk. Mér ætla að segja ykkur frá því líka. Að lokum hér í FNÍ 5 blöð, við erum mættir hér næsta föstudag. Ég minni á tónlistarmenn okkar á sunnudaginn á Stöð 2. Helgi Björns og við ætlum að spila, þetta er fyrsta sinn sem þetta lag er spilað í FNÍ 5 blöð. Það er nýr vinnur, en ég ætla að fara að segja ykkur frá honum. Akkur að tala að Frikki Dósi að hanga með ykkur. Svo þetta líka Sigurður dagskrárgerðar maður hérna, Sigurður Hlöðversson. Við náðum ekki að tækla neitt. Hvað er með Sigga Hlöð? Já, bara það var eitthvað ákveðið maus sem gerist hérna.